Góðan daginn, ágætu bæjarfulltrúar, starfsmenn, áhorfendur og tilheyrendur. Ég býð ykkur öll velkomin á 47. fund bæjarstjórnar Sveitarfélags Árborgar sem haldin hér í Grænumörk 5 á Selfossi miðvikudaginn 27. apríl. Í upphæfi áður lengri haldið þá óskar forseti eftir því að varaforseti bæjarstjórnar taki við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla að byrja að bóka mætingu. Mættir á fundin eru Sigrún Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi Álista, Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista, Helgi S. Haraldsson, bæjarfulltrúi B-lista, Klara Öfjörð, bæjarfulltrúi S-lista, Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista og Ari Björn Tóraðinsson, bæjarfulltrúi D-lista. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá hér í dag eru landamerki Kaldaðanes Flóagaps-Torfa. Beiðni eiganda Kaldaðanes dags 28. febrúar 2022 breyting á skráningu landamerkja milli Kaldaðanes og Flóagaps-Torfunnar við endurskoðun aðalskipulags Árborgar. Lagt til að bæjarstjórn samþykki yfirlýsingu landamerki Flóagaps-Torfunnar og Kaldaðanes í samræmi við þær yfirlýsingar sem framkoma í landamerkjabréfum jarðanna. Landamerkjabréf Kaldaðanes nr. 127 dags 27. maí 1886. Innan gæsalappa en frá Markhólnum ræður bein stefna vestur í Kálfhaga útgarð, frá honum aftur sjónhending út yfir Kálfhaga opnu, þar sem skurðurinn skerst úr henni og allt vestur í miðja Ölfusá, þar sem téð sjónhending fellur yfir eyjuna nú hlaðin markavarða. Frá ofangreindri Hábeinsstaðaborg ræður að Ölfusá sjónhending í bæinn Gljúfur í Ölfushreppi, síðan ræður Ölfusá allt fram að Flóagapsmörkum. Í Ölfusá liggja nokkrir hólmar og eyjar sem tilheyra Kaldaðanesi samkvæmt framanrituðum landamerkjum. Landamerkjabréf Flóagaps-Torfunnar dags 3. júní 1886. Úr Markhólnum ræður sjónhending út í Kálfhaga útgarð og þá stefnan frá téðum Markhól í norðanverðan Meitil. Frá Kálfhaga útgarði ræður sjónhending yfir Kálfhaga opnu, þar sem skurðurinn skerst úr henni og ræður sama stefna fram í miðja Ölfusá. Frá greindri stefnu ræður Ölfusá fram að vörðu sem stendur við ána, þar sem Hallskotsengjar í Flóagapstorfunni landi mæta Einarshafnar í takinu, í Óserjarneslandi. Þannig hljóðaði það. Einhverju sem vilja taka til máls undir þessum lið. Ari Björn Tóraðinsson, hér svo vel. Þetta er keypt. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, tilheyrendur og gestir. Það er þetta mál landaskipti eða þarna mér finnst svona vanta aðeins betri skýringur á þessu. Raun og veru okkar maður eða ykkur á okkar vegum búin að rýna þetta, fara á staðinn og fara yfir þetta, hvort að við teljum þetta sé rétt. Mér finnst þetta vera svona svolítið einhliða frá þeim Kaldaðanes bændum. Ég ætla ekki að draga í efa þetta sé, af því að mér finnst raun og veru hérna kort frá 1983 og svo kort frá 2017 yfir eyjuna í Ölfusá sé ekki eins, og ef ykkur getur skýrt það út hvernig þetta er, það er betur fyrir mér. Það er gaman að fá að vita það. Annars ég ætla að það er bara gaman að sjá það að þarna skrifaðu þeir ekki Ölfusá, Ölvesá á þar síðustu öld. Það er kannski spurning hvort þú ættum ekki að breyta þetta tilbaka. Takk fyrir þetta, Ari. Næstur að fá orðið Gunnar Egilsson, gjörðu svo vel.
Forseti bæjarfulltrúa tilheyrendur. Já, ég tek undir þetta hjá Ara. Ég stoppaði eins og hvaðu við þetta yfir þessu að þetta var bara dálítið einhliða. Og það vantar. Og mér finnst að ég allavega til að bara fresta þessu þá til við fáum frá okkar fólki líka. Þetta er bara einhliða dæmi frá Jörundi. Takk fyrir þetta. Næstur við beðum orðum bæjarstjóri Gísli Halldór Halldórsson, fyrir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir góðir gestir og áheyrendur. Samkvæmt mínum upplýsingum þá var þetta unnið af lögmönnum Suðurlandi og skilað til sveitarfélagsins úr þeirra höndum í þessu formi. Þannig að það er þá ekkert, við höfum þá engu á að byggja akkurat eins og nema á trausti okkar til lögmanna Suðurlandi. Fyrir. Takk fyrir þetta. Já, næstur við beðum orðið Sigurjón Vítalín Guðmundsson, gjör svo vel. Frú forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari, áhorfendur og þeir sem hér eru í salnum. Já, ég tek undir þetta sem að kom fram hjá Gísla við eftir því sem að okkur skilst á var þetta frá lögmönnum Suðurlands komið. Það er hins vegar kannski eðlilegt í ljósi þess að þarna er ekki kannski formlega frá ekkert formlegt gagn frá lögmönnum Suðurlands unnið fyrir hönd sveitarfélagsins, að þá held ég að það sé rétt að fresta þessu afgreiðslunni á þessu þangað til við höfum slíkt gagn í höndunum, þannig að það sé alveg á örugt að þetta sé eins og þarna er lagt upp með. Og næsti bæjarstjórnarfundur verður nú bara eftir hálfa mánuð, svo það skiptir nú örugglega engu máli hvort þetta býður einhverja daga til eða frá. Takk. Takk fyrir þetta. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúa Gunnar Eilsson, gjör svo vel. Þetta er bæjarfulltrúar. Já, ég sé það, en það kemur ekki fram frá hverjum þetta er. Já, það er skrifað undir en það kemur ekki, þetta er ekki alveg, mér finnst þetta að vera aðeins óljóst. Ég er ekki að segja að þetta sé rangt. En mér finnst við þurfum að vera vegna að þetta þarf að með við kortin sem við erum með, þá berum ekki saman. Og við þurfum að hafa þetta snýst ekkert að sé vera hlunnfara eða hvernig það er, bara rétt er rétt. Og mér finnst það skipta gríðalegu máli, vegna þess að þetta er stór mál í raun, landamerki, vegna þess að landamerki eru alltaf í einhvern hól þangað, hvernig það er. Og kannski fugl sem stendur á tré einhvers staðar út í guð, nei, ég tjóka. En þetta er svona, þetta skiptir gríðalegu máli. Þá legg ég til að þessu máli verði frestað til næsta fundar. Þeir sem að geta samþykkt það, vinsamlegast það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 2, viðbygging við Sundhöll Selfoss, stækkun World Class. Það er tillaga frá 145. fundi bæjarráðs frá 12. apríl, liður 2, viðbygging við Sundhöll Selfoss, stækkun World Class. Erindi frá Kjartani Sigurbjartssyni fyrir hönd í toppformi EHF, dagsett 29. mars, þar sem óskað var eftir formlegu samþykki með eiganda að Tryggvagötu 15, Sundhöll Selfoss, á breytingum á annarri hæð hússins.
Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn að erindi breytingar á annarri hæð Sundhallar Selfoss yrði samþykkt. Við orðið laust þetta. Helgi Sigurður Haraldsson, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, starfsmenn og gestir, áheyrendur og áheyrendur. Það er ánægjulegt að sjá að það er komið að því að eigendur World Class Tosspost vilji fara að stækka eins og er búið verið í bígerð hjá þeim í 2 ár. En mér langar að vekja athygli á því undir þessum lið og fá það bókað að því verið beint til bæjaryfirvalda, þar til bæra starfsmanna, bæjarstjóra, við þetta tækifæri að það verði tekið upp viðræðu við eigendur World Class það við þessa 400 fermetra stækkun, hvort að það geti verið tækifæri skapist þarna fyrir ákveðna íþróttagreinar í sveitarfélaginu sem eiga við mikinn sport á aðstöðuleysi að glíma núna eins og judo og taekwondo, að það væri möguleiki á því að þau geti fengið þarna inni, sveitarfélagi geti leigt eða samnýtt eitthvað aðstöðu sem mun skapast þarna. Þetta samkvæmt teikningunum virðist þetta vera að vera 1 stór eða 2 stórir salir og að það verði skoðað hvort að og haft samband við World Class nú þegar þetta verður afgreitt, hvort að þessi tækifæri þarna á samstarfi sveitarfélags við þá að skapa þessum íþróttagreinum betri aðstöðu eða bara almennilega aðstöðu sem að þeir hafa ekki í dag og myndi leysa ákveðin vandamál hvort sem það væri til skamms tíma eða ekki. Takk fyrir þetta. Næst við beðum orðið bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, gjör svo vel. Frú forseti, bæjarfulltrúar, áhorfendur og tilheyrendur. Ég vil nú bara taka undir með bæjarfulltrúa Helga Haraldsinni varðandi þetta. Ég veit náttúrulega ekki hvaða viðræður hafa farið og kemur ekki fram allir plaggjun, enda frestuður þessu fyrir 2 eða rúmum 2 árum síðan, var ekki 2019 þetta var, og 2,5 ári, eða bráðum 3, að þá er það ánægjulegt að þeir ætla að byggja þarna upp og ég var búin að sjá teikningarnar af þessu sín tíma og leist nú svo sem ágætlega á það lausnin sem þar voru framlagðar, en ég held að þessi hugmynd sé að mörgu leyti mjög góð að kanna tækifæri og það með tækifæri til þess að mögulega semja við á núna þessu augnabliki. Eins líka man ég það að þegar að samningur var gerður við World Class að þá það náttúrulega með stækkandi umsvifum þeirra á loftinu að gæta mjög vel að þeim samningum sem að sveitarfélag gerir varðandi afgreiðslu og eftirlit og fleira þarna, af því það eru auðvitað vissulega fengur af því að hafa þessa glæsilegu stöð og tala nú ekki ef hún stækkar, að þá þarf að gæta mjög vel að því líka að þeir samningar séu vel frá gengnir varðandi þjónustun og umsýsluna í kringum þetta stóra fyrirtæki sem þarna er á loftinu. Eins og ég man það best að þá var held ég ígildi 1 starfsmanns í afgreiðslunni þarna á vegum World Class og ég gæti trúa því að það myndi nú kannski hugsanlega bæta eitthvað í þar og nú í tengslu við þá samninga gæti verið möguleiki líka að semja við á frekari nýtingu á þeirra sölum þarna í Efra og að því hann nefndi nú hér 2 íþróttagreinar þarna. Við vitum náttúrulega ekki alveg nákvæmlega hver framtíðin verður fyrir judo í gamla leikfimisalnum mínum í barnaskólanum því að það er líka ósk þar stækkun og það eru skapandi greinar og ýmsir möguleikar sem hafa verið ræddir þar varðandi í húsnæðinu í Sandvíkursetri. Þannig að ég tel að það veri alveg verst að gera þetta. Þetta er góð hugmynd hjá Helga að kanna þessa möguleika, en ég ítreka það nú samt sem áður að ég mun ekki kvitt undir að íta júdóinu þarna út að óhugsuðu máli að sjálfsögðu. Ég bara ítreka það hér. En það er gott að leita þarna möguleikana og þarna að fara inn í nýtt húsnæði og ég tel að þetta séu ákveðin tækifæri fyrir okkur. Já, takk fyrir þetta. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og tilheyrendur.
Það er eitt sem er saknaðins í þessu erindi þetta. Það er í sambandi við gatnagerðargjöldin. Hvernig það kom út. Það er ef við vísuðum þessu frá okkur í bæjaráði, þá átt að koma inn með að með gatnagerðargjöldin hvernig þau myndi bætast við í þetta. Þess að þetta er auðvitað bara, það bætist við rýmið. Það var það sem ég var að hugsa um. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki beðið um orðið undir þessum lið. Þannig að Gísli Halldór, gjör svo vel. Forseti, ég mun láta ganga og skugga að gatnagerðargjöldin verði uppgerð eins og vera ber. Þetta hangir að vissulega í lofti á annarri hæð en tekur yfir svæðið samt sem að hlýtur að teljast nýr byggingareitur og ég mun kanna það og láta fylgja því eftir að það verði þá innheimt. Svo er. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þá óska eftir því gefum merkjum þeir sem samþykja að fari verði í þessar breytingar á húsnæðinu, vinsamlegast gefum merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það fjórði liður á dagskráni, það er húsnæði Barnaskólans á Eyrarbakka Stokkseyri. Heyrðu, já, ég fór hérna. Blaðsvíu vilt. Þriðji liður beiðni um veitingu stofnframlags. Tillaga frá 145. fundi bæjarráðs frá 12. apríl liður 9. Beiðni um veitingu stofnframlags. Beiðni frá Bergrisanum BS dagsett 1. apríl samþykki sveitarfélagsins fyrir veitingu stofnframlags vegna byggingar íbúðakjarna við Nauthaga 2 á Selfossi. Bæjarráð lagði til við bæjarstjórn að samþykkja veitingu stofnframlags vegna byggingar íbúðakjarna við Nauthaga 2. Vakin er athygli á að í bókun bæjarráðs var ranglega vísað til dagsetningarinnar 1. apríl en beiðnin frá Bergrisanum BS var raunverulega dagsett 8. apríl. Voru það laust þetta, veitingu stofnframlags vegna íbúðakjarnans Nauthaga 2. Hvað er sem engin hljóðs? Jú, býtu, Ari Björn Tóransson gerð svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar, gestir, tilheyrendur. Það er verið að biðja um stofnframlag vegna byggingar á sambýli. Nei, þjónustu íbúð fyrir fatlað og við auðvitað ber bara að fagna þessu að þetta sé loksins komið á koppinn. Þetta er nú búið að vera, þú veist, í 20 ár. Hátt í það sem er búið að vera að hugsa það að þetta þurfi endilega að fara að gera. Allavega 12 ár, þegar ég byrjaði í bæjarstjórn. Allir verið sammála það að þetta sé orðið nauðsynlegt. Ég man það mjög fljótlega eftir að ég byrjaði í bæjarstjórn 2010. Þá gerði ég mér ferð á öll þessi heimili hér á Selfossi. Fór í heimsókn á alla þessa staði. Og þá sá maður bara vel hvað þetta þurfti að fara að gera. Og það er þá loksins að verða veruleika núna og ég held að það sé meiri sé að koma í tíma og fara strax að huga öðru í viðbót. Þetta er þáttur sem er eykst stöðugt og við viljum hafa í lagi fyrir þessa íbúa okkar og það er bara að fagna því bara að við sjáum okkur fært að reyna að venda þessa íbúa okkar og gera þeim öruggt skjól. Takk fyrir þetta, Ari. Næstur hefur beðið orðið Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, gjörðu svo vel.
Forseti, ég tek undir með bæjarfulltrúa Ara. Þetta eru stór tíðindi og mikið fagnaðarefni og það er í raun og veru meira þarna á ferðinni heldur en kannski gæti virst við fyrstu sýn. Því að leið og við náum þeim áfanga að hefja uppbyggingu íbúðakjarna fyrir fatlað fólk hér á Selfossi, að þá erum við að ryðja brautina fyrir að hægt sé að fara með miklu markvissari og hraðari hætti í uppbyggingu slíkra úrræða á öllu Suðurlandi og jafnvel víðar. Því að með aðstoð Haraldar Líndal og fleiri góðra manna að þá höfum við ákveðið í Bergríksanum að fara þessa leið að fá stofnframlög frá því sveitarfélagi sem hýsir eða vistar úrræðið og þá frá ríkinu, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun á móti. Og með þessum hætti verður bygging hvers íbúðakjarna ekki bakki á sveitarfélögunum í heild sinni, heldur vissulega þarf hvert sveitarfélag að leggja út stofnframlögin með þeim skilur sem þau gilda. Þannig að nú virðist þetta útboð alltaf heppnast vel hjá okkur og hægt að fara í hagkvæma byggingu. Ef það gengur allt vel, þá verður jafnvel hægt að bjóða út fleiri byggingar í einum pakka næst sem að dreifast þá Suðurland eftir aðstæðum á hverjum stað auðvitað. Þannig að þetta er mikið fagnaðarefni og gleðitíðindi. Takk fyrir þetta Gísli. Næst við böðum orðið bæjarfulltrúa Helgi Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir það sem hefur komið fram hér á þeim sem hafa tekið til máls og undan að þessu ber að fagna að loksins sé þetta komið í þennan farveg að það er að byggja þennan íbúðakjarna og ég vil sérstaklega vekja athygli á og er eiginlega ástæðan fyrir því að ég kem hér upp á orðum bæjarfulltrúa Ara Björns Thorarensen hér áðan. Leið og hann fagnaði þessu og sagði að það væri tímabært að undirbúa næsta, sem er alveg orða sönnu og sem ég held að sé allt og algengt og hafi verið það í gegnum tíðin að þeim byrjuði nefnilega ekki nógu snemma að undirbúa næsta verkefni. Það á við þetta eins og svo mörg önnur verkefni. Það er ekki nóg að leggja stað og vera búin að ná einu í höfn því að tíminn líður og það voru seint að byrja á næsta þegar að viðkomandi verkefni er lokið. Það þarf að byrja áður en því lýkur. Því að tíminn líður, þetta tekur tíma og þörfin er orðin löngu áður en það er búið að taka þetta í notkun. Þannig að ég brýni nú þá sem að munu stjórna hér á næsta kjörtímabili að halda áfram að hugsa vítt næsta verkefni, hvort það er í þessu eða einhverju öðru. Það snýst ekki endilega það hvort það eru til peningar akkurat í dag eða morgun, hvort sem það er fyrir nýtt íbúðaúrræði fyrir fatlað fólk, skóla, grunnskóla, leikskóla eða eitthvað annað. Það snýst aðalega að nýta tíma til að undirbúa það, hanna það, þarfagreina það, sem kostar litla fjármuni með bygginguna því. Þetta tekur tíma, þetta taka einhver ár. Og vera svo klár þegar að þér er komið að þarf að byggja og þarf að taka í notkun og þegar er kannski til peningar, að geta þá bara dregið upp úr skúffunni, þarfagreininguna, hönnuna og teikningarnar og setta í útboð með góðum tíma til að byggja það, þannig að það kosti eins hagkvæmt og ódýrt og hægt er. Takk fyrir þetta Helgi. Næst hefur beðið orðið bæjarfulltrúi Brynhildur Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir og tilheyrendur. Ég tek undir orð bæjarfulltrúa. Það sem ég kannski velti fyrir mig líka hvort það hefði ekki verið hagkvæmar, ég veit ekki hvort það hefði verið raunhæft, en ég hefði kannski fundið hagkvæmt að fara í 2 einingar. Og vegna þess að það eru miklu biðlistar og bara þessu stofnun sem ég er í forsvari fyrir, það eru líka miklu biðlistar, þannig að það verða svona flöskuhálsar allstaðar.
þegar þetta, og svo erum við reyndar með eitt heimili sem að er á undanþágu, sem þarf í rauninni að vera, sem er herbyggjarsambýli, og þeim er verið að útrýma, og þess vegna er svo mikilvægt að við þurfum að halda áfram. Þess vegna hefði kannski verið gott að fara í 2 í 1. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, gjörðu svo vel. Frú forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur og áhorfendur. Ég tek undir með þeim sömuleiðis. Það eru alltaf þegar það eru stigin gleðiskref í okkar sveitarfélagi, þá getum við sem betur fer samanast það að við séum að gera öll rétt. Þetta er nú búið að eiga sér langa sögu og lengst af var nú tekist á að finna staðsetningu fyrir þennan búsetukjarna, og ég er alveg sammála því að við þurfum auðvitað að byrja að hugsa núna næstu kosti í þessum efnum. Sagði mér verktaki á dögunum að það var einhver þröngur, ég hef nú ekki kynnt mér það að vísu, en hann sagði mér að væri þröngur tímaram eða eitthvað slíkt þetta verkefni eða útboðið á því, og ætlaði þess vegna ekki að bjóða í það, en ég veit nú ekki hvernig staðan á því er. En hönnun, þarfagreining og allt þetta er mjög gott, en það er líka þetta með staðsetningu, því að þau gerðu allnokkra kröfur staðsetninguna, hvar þetta vildu hafa þetta svona miðsvæðis, og ég tel nú að þessi staður bara flokkist orðið með miðsvæði eins og staðan í dag hér allavega á Selfossi. Og svo má bæta því við í lokin að, eins og ég hef áður nefnt hér í umræðu þetta mál, að þarna erum við að taka einn merkilegasta fótboltavöll undir þessa byggingu sem að hér hefur verið spilað á, fyrir utan aðalvöllin hér við Engjaveg, og það er Lampavöllur, þar sem að þetta var Peyjavöllurinn hér í gamla daga, og marga hildina háð á þessum magnaða velli, og gott að fá þessa byggingu þarna í staðinn. Ég sé að Ellert brosir aðeins, hann var nú í litlu liði í úthaganum og þeir áttu nú ekki séns í okkur í grashaganum, en við háðum hildina mesta við þá Lampamenn, en þetta er mikið gleðiefni. Takk fyrir þetta. Já, og næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Tómas Ellert, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, stjóri og áhorfendur, bæði heima og í sal. Það er mjög ánægilegt að sjá hve þétt setin er bekkurinn á þessum bæjarstjórnarfundi hérna í salnum hjá okkur. Þessi sjón hefur bara ekki sést í fyrir mánuð. En þetta, já, það er rétt, það er mjög ánægilegt að þetta sé komin á þennan stað, að hafa búið að finna þessu byggðakjarna stað, og það er rétt sem hefur komið fram að taka óra tíma og líka finna staðsetningu fyrir byggðakjarnan. Og ég er alveg sammála því og tek undir þetta með ykkur að við þurfum náttúrulega að halda áfram að undirbúa byggingu fleiri svona byggðakjarna. Og þau þurfum bara að drífa í því, næsta bæjarstjórn að gera það. Að öðru, jú, það er náttúrulega þetta á stórmarkilegu fótboltavöllur. Ég verði eiginlega að brýta ansvar undir þessu lið. Það var nú eiginlega svo að heima og úthagalið, það bara eiginlega höfuð og herðar yfir hinliðin í hagakörnum. Svona ég veit að, upplifun manna af æsku sinni getur brenglast þegar árið færast yfir og það feitar yfir vondar og gamlar minningar. En svona var þetta, að minnsta kosti mín upplifun. Takk fyrir þetta. Fleiri sem að, fleiri á ekki þessu hljóðs, en undir þessum lið, þessum þriðja lið beiðnum veitingu stjórnframlags, þá er hérna
þá er hérna bókun frá í rauninni sem átt að fylgja með þessum lið frá í rauninni þeim sem hafa verið að undirbúa þetta fyrir hönd sveitafélagsins frá framkvæmdastjóra eða hérna Bergrisans og þar kemur fram að í beiðninni er farið fram á 12% stofnframlag sveitafélags vegna fyrirhugara byggingar nýs íbúðakjarna fyrir fatlað fólk að Nautaga 2 í formi lækkunar eða niðurfellingar á gjöldum ásamt beinu fjárframlagi. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja veitingu stofnframlags vegna byggingar íbúðakjarna við Nautaga 2. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu veitingu stofnframlags vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. liður á dagskránni, það er húsnæði barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri. Undirskriftalistar dags 11. apríl frá aðgerðateymi skólamál á Eyrarbakka, þar sem farið var fram á að bráðabirgðastarfsstöð barnaskólans verði á Eyrarbakka auk þess að fullbúinn skóli rísi á Eyrarbakka eins fljótt og auðið er. Orðið er laust undir þessum lið. Einhverju sem að óska eftir að taka til máls. Nei, þá er þetta í rauninni bara lagt fram, þessir undirskriftalistar. Þá er það liður 5, deiliskipulagsbreyting Engjaland 2-4. Tillaga frá 93. fundi skipulags- og bygginganefndar frá 20. apríl síðastliðin liður 1, deiliskipulagsbreyting Engjaland 2-4. Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum þann 16. febrúar 2022 að auglýsa deiliskipulagsbreytingu að Engjalandi 2 og 4 Selfossi. Breytingin fól í sér hækkun húsa eina hæð þannig að heimilt yrði að byggja 4 hæða hús í stað 3 hæða á lóðunum. Einnig var óskað eftir fjölgun íbúða á hvorri lóð 2 íbúðir. Megin ástæða hækkunar var að gert yrði ráð fyrir að koma fyrir bílgeymslum á hluta af 1. hæð húsana. Tillaga var auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 frá 23. febrúar 2022 til og með 13. apríl 2022. Engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma. Nú var lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi eftir auglýsingatíma lauk. Í breytingu eftir auglýsingu fólst að gert á ráð fyrir bílakjallara undir húsin. Skipulags- og bygginganefnd samþykkti óverulega breytingu eftir að auglýsingatíma lauk og taldi nefndin breytinguna til verulegra bóta. Nefndin taldi ekki nauðsynlegt að auglýsa tillöguna að nýju þar sem óverulega breytingu var að ræða. Skipulags- og bygginganefnd samþykkti breytinguna og var skipulagsfulltrúa falið að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 að lokinni staðfestingu bæjarstjórnar Árborgar. Lagt er til við bæjarstjórn að staðfesta deiliskipulagsbreytingu Engjaland 2-4. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að staðfesta þessa deiliskipulagsbreytingu vissulega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 6, tillaga deiliskipulagi Vonarland. Tillaga frá 93. fundi skipulags- og bygginganefndar frá 20. apríl síðastliðin liður 2, tillaga deiliskipulagi Vonarland. Lögð var fram deiliskipulagstillaga fyrir Vonarland, landamerki 192498 í Árborg. Deiliskipulagstillagan tók til byggingar 2 íbúðarhúsa, skemmu og gestahús, auk núverandi húsa. Landeigandi hafði undanfarin ár verið með nokkur frístundahús til útleigu og einnig tjaldstæði. Stefnt var að frekari uppbyggingu og fastri búsetu með byggingu íbúðarhús. Aðkoma að svæðinu er á Gaulverabæjarvegi nr. 33 og Grundarvegi nr. 3145. Í gildandi aðalskipulagi Árborgar 2010-2030 er svæðið skilgreint sem frístundasvæði og landbúnaðarsvæði en í tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 er svæðið skilgreint sem afþreyingar- og ferðamannasvæði. Skipulags- og bygginganefnd samþykkti tillöguna til auglýsingar og lagði til við bæjarstjórn að tillagan yrði samþykkt til auglýsingar í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Orðið er laust þennan fundarlið. Þessa tillögu.
Engin kveður sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að auglýsa þessa tillögu vinsælasgjöfumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liður, deiliskipulagsbreyting byggðarhorn. Tillaga af 93. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 20. apríl síðastliðnum liður 3, deiliskipulagsbreyting byggðarhorn. Oddur Hermannsson fyrir hönd landeiganda lagði fram til kynningar tillögu að breyting á deiliskipulagi lóða í byggðarhorni Árborg. Deiliskipulagið var upphaflega staðfest í B-deild stjórnartíðinda nr. 482 frá 16. maí 2007 og hafa 2 deiliskipulagsbreytingar verið staðfestar síðan þann 13.12.2007 og 12.5.2014. Áfram með breyting nú er í samræmi við gildandi aðalskipulag Árborgar 2010-2030 þar sem gert er ráð fyrir blandaðri byggð, íbúðabyggðar og landbúnaðar, svokallaðri búgarðabyggð. Breyting þessi stuðlar að áframhaldandi uppbyggingu íbúðabyggðar í byggðarhorni með stórum íbúðalóðum. Lóðastærðir samræmast viðmiðum sem framkoma í aðalskipulag Árborgar. Deiliskipulagsbreytingin nær til 7 lóða, nr. 5, 9, 13, 15, 17, 19 og 50. Lóðum 5, 9 og 13 er skipt upp í 3 lóðir og lóðum 15, 17, 19 og 50 er skipt upp í 2 lóðir. Heimilt er að byggja 1 íbúðarhús á hverri lóð eftir breytingu. Fyrir breytingu var fjöldi íbúðarhúsa á þessum lóðum samtals 14 talsins en verður eftir breytingu 17 talsins og fjölgar því 3 hús. Á öðrum lóðum haldast ákvæði óbreytt fjölda íbúðarhúsa á hverri lóð. Skipulags- og byggingarnefnd taldi sig geta samþykkt breytinguna sem verulega breytingu. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti fyrir sitt leyti tillöguna til auglýsingar og lagði til við bæjarstjórn að tillagan yrði samþykkt samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og skuli því auglýst í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt að auglýsa tillöguna vinsælasgjöfumerki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. liður. Staðfesta að auglýsa. Það búið, já, við vorum að staðfesta þeir sem geta samþykkt deiliskipulagstillöguna er rétt uppborið. Þá er það 8. liður. Já, þá byrja þetta upp aftur. Þeir sem geta samþykkt deiliskipulagstillöguna vinsælasgjöfumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. liður á dagskráni. Það er endurskoðun reglna akstursþjónustu fatlaðs fólks. Það er tillaga frá 32. fundi félagsmálanefndar frá 19. apríl síðastliðnum, liður nr. 2. Endurskoðun reglna akstursþjónustu fatlaðs fólks. Félagsmálanefnd samþykkir endurskoða reglur akstursþjónustu með breytingum á að ekki verði innheimt gjald fyrir börn og vísar málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar. Fyrir fundinum liggur breytingatillaga á þessa tillögu sem að forseti leggur fram og hún er svohljóðandi. Forseti leggur fram þá breytingatillögu að 8. grein verði færð til samræmis við það sem gildir hjá öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og verði þá svohljóðandi. Fargjöld notenda fyrir akstursþjónustu, það er fyrir fasta ferð, tilfallandi ferð og aðra farþega, taka mið af hálfu almennu fargjaldi strætó BS hverju sinni. Ef ferð er ekki afbókuð með sólarhringsfyrirvara er sveitarfélaginu heimilt að innheimta gjald samkvæmt gjaldskrá af notanda. Orðið er laust þetta. Já. Ari Þórarinsson. Já, gjör svo vel. Já, fórseti, góði bæjarfulltrúar, tilheyrendur, gestir.
Þú leggur þarna fram tillögu breytingu á þessu sem kom fram frá félagsmálanefndinni, við skiljum þetta rétt. Kemur ekkert fram í þessari tillögu eða þarna í neinum undirgögnum fjárhæðir, hvað við erum að tala um. Er þetta bara klink eða er þetta mikla fjárhæðir á báðum stöðum, hvort sem að þessi tillaga sem að forseti flutti eða þessi tillaga sem kom frá félagsmálanefndinni að leggja niður að hætta að taka gjald af börnum. Eiginlega ef að einhver getur skýrt þetta út aðeins betur fyrir mér allavega. Takk fyrir þetta, Ari. Næst hefur beðið orðið bæjarfulltrúi Brynhildur Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég er sammála Ara, ég minnst þetta pínu óljóst, sko, því það er enga tölur inn í þessu, síðan er ég aðeins að velta fyrir mig lið 7, tillögun ferða og þjónustutíma. Þar kemur fram við sérstakar aðstæður skuli bílstjórar aðstoða notendur í og úr bifreiða. Ef notendur getur ekki ferðast án aðstoðar skal hann útvega sjálfur og kosta fylgd aðstoðarnas. Vitið þið eitthvað hvort þetta sé eitthvað nýtt eða? Þetta bara svona, nú er ég bara aðeins að velta þessu fyrir mér, svona ég aðeins nýtum þetta orðalag, eða, já. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Helgi Haraldsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í minnisblaði frá deildarstjóra félagsþjónustu þarna kemur fram aðeins útsýningu á þessu hvað félagsmálanefnd samþykkti og minnisblað hennar þetta. Þar er, leyfi forseta sagt, í öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðis er tekið gjald fyrir akstursþjónustu fatlaðra og einnig tekið gjald fyrir akstursþjónustu fyrir börn. Á höfuðborgarsvæðinu kostar ferðin 275 krónur, í Reykjanesbæ kostar ferðin 300 krónur, sem er sama verðskrá fyrir fullorðna. Þannig að þetta fer raun og veru eftir þessu strætógjaldi sem verður að miða við og þú veist, ef það hækkar þá hækkar þetta en það er alltaf sama þetta hlutfall og þetta er verðið sem er í Reykjavík með strætó BS og þetta er í Reykjanesbæ með þeirra strætó. Þetta raun og veru snýst í grunninn það og menn geta verið viðsett og skoðan það á eitthvað að vera frítt. Það er eiginlega spurningin þarna að segja, það veit einhverja þjónustu, það er alveg sko heiminn að hafa frá því hvort þú okrar á henni eða hefur hana fría eða hefur hana sanngjarna. Og mín persónulega skoðun er svo að þegar að þú borgar eitthvað fyrir þjónustu, veita þjónustu eða viðgjörning, að þá kanntu meira metan og fer betur með og þá er það viðkomandi að vera sanngjarn á því, þannig að maður sé sátti við það og borgið það með ánægju. Og eiginlega snýst þetta þarna það að reyna að segja við erum sanngjarn en þetta er ekki frítt. Varandi það sem að Brynhildur myndist á, bæjarfulltrúi Brynhildur hérna, bara ég held ekki, ég er ekki búin að lesa í gegnum, þau eru þarna undan og eftir í undirskjölunum að hvort þetta var uppfært, ég bara þori ekki að fara með það alveg. Já. En varandi hitt allavega þá var þetta forsendan á þessu gjaldi. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Já. Næstur við beðum orðið bæjarstjóri Gísli Halldór, gjörðu svo vel. Forseti, ég er nú ekki með skýrsvör heildarkostnaðinn, enda er hann óviss. En í Árborg eru núna 20 börn að nýta sér ferðaþjónustu fatlaðra en einungis 4 þeirra greiða gjald fyrir aksturinn samkvæmt núverandi reglum. Hinn 16 börnin eru að nota akstursþjónustu í skóla, frístund og sjúkraþjálfun.
en þessi 4 börn sem greiða að fara í íþróttir, tómstundir eða framhaldsskóla. Nú er ég ekki með upplýsingar það hver notkun annara á þessari þjónustu en það einfaldar allan útreikning að hafa gjaldið með þessum hætti fast fyrir allan notkun og ekki þurfa að telja ólíkar aðstæður og flokka. Það er svona eitt af markmiðunum með þessari breytingu. Kannski aðeins að misnúta aðstöðu mína varandi þetta með aðstoðamann og slíkt. Það hefur ekki komið til nema þegar börn er að ræða og þá hefur félagsþjónustan bara sýnt því, eða þá er þetta bara starfsmaður á vegum sveitarfélags sem hefur ekki greitt. Það er ekki, það er þannig að, þetta er aðeins skrítið orðalag, en þá er það náttúrulega, það er auðvitað þannig að félagsþjónustan hefur náttúrulega alltaf þá verið með unnið málið og er með sinn starfsmann og búin að afgreiða málið. En það er allavega, þá ber ég upp þessa tillögu að, Helgi Saraðsson, gjörðu svo vel. Það getur bæjarfulltrúar. Það er alltaf gott að reyna að svara sem flestu spurningu sem komum fram fyrir þá sem á staðnum. Bara í fljóttheitum þá fletti ég hér upp á heimasíðu Árborgar núgildandi reglum og það var að tala um 7. grein bæjarfulltrúi Brynhildur, eða það er varðandi þessa aðstoð og þá stendur hér í núverandi 7. grein. Forseti að ferðarþjónusta er veitt innan marka sveitarfélags Árborgar, bílstjórar skulu aðstoða notendur við að komast í og úr bifreið gerist þess þörf. Ekki skal aða frá anddyri viðkvæmt hús eða stofnunar. Af þeim sökum skulu notendur sem ekki geta ferðast án aðstöðu útvega sjálfur og kosta fylgd aðstoðarmanns. Farþegar skulu vera tilbúin til brottfari anddyri brottfararstaðar og svo framvegis. Var ekki þetta sem varst að tala um áðan? En þetta er í núgildandi reglum. Takk fyrir þetta, Helgi. Þá liggur fyrir að við greiðum atkvæði þessar endurskoðu reglur með síðan breytingatillögunni sem ég bar upp áðan. Já. Breytingatillagan, hún er svohljóðandi. Forseti leggur fram þá breytingatillögu að 8. grein verði færð til samræmis við það sem gildir hjá öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og verði þá svohljóðandi. Fargjöld notenda fyrir akstursþjónustu, það er fyrir fasta ferð, tilfallandi ferð og aðra farþega, taka mið af hálfu almennu fargjaldi Strætó BS hverju sinni. Ef ferð er ekki afbókuð með sólarhrings fyrirvara er sveitarfélaginu heimilt að innheimta gjald samkvæmt gjaldskrá að notenda. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingatillögu vinsamlegast gefið merki. Kjartan. Hún er samþykkt samhljóða og svo ber ég þá upp reglurnar. Þeir sem geta samþykkt endurskoða reglur akstursþjónustu vinsamlegast gefið merki. Það eru samþykktar Kjartan samhljóða. Þá er það 9. liður, heimsendur matur í Árborg. Það er tillaga 32. fundi félagsmálanefndar frá 19. apríl síðastliðinn liður 3. Heimsendur matur í Árborg.
Félagsmálanefnd samþykkti tillögu að breytingum á gjaldskrá og fyrirkomulagi á heimsendum og framreiddum mat í þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara í Grænumörk. Málinu var vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar. Einhverjir sem að óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Enginn hefur kveðið sér hljóðs undir þessum lið. Þeir sem að geta samþykkt tillögu að breytingum á gjaldskrá og fyrirkomulega heimsendum og framreiddum mat hér í þjónustumiðstöðinni vissulega skefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 10. liður, viðbragðsáætlun vegna samfélagslegra áfalla í sveitarfélaginu Árborg. Það er tillaga frá 5. fundi almannavarnaráðs frá 25. apríl, liður 1. Viðbragðsáætlun vegna samfélagslegra áfalla í sveitarfélaginu Árborg. Almannavarnaráð Árborgar samþykkir framlögð drög að skipulagi vegna samfélagsröskunar. Skipulag Árborgar vegna samfélagsröskunar lýsir skipulagi og viðbrögðum vegna samfélagsröskunar, svo sem náttúruhamfara, farsótta eða annarra viðburða sem krefjast viðbragða sveitarfélagsins. Hvort sem er að ræða almannavarnarástand eða viðburði sem einskorðast við nærsamfélagið. Almannavarnaráð Árborgar lagði til að bæjarstjórn samþykkti skipulag vegna samfélagsröskunar, jafnframt yrði samþykkt skipulag kynnt opinberum aðilum svo fljótt sem auðið er. Helgi S. Haraldsson óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil vekja athygli á þessu sem hér er lagt fram til og óskað eftir samþykki og fagna því að almannavarnaráð Árborgar sé búið að leggja fram og vinna undanfarna mánuði skipulag vegna samfélagsröskunar í sveitarfélaginu. Þetta er heilmikið plagg og með því er búið að setja niður áætlun í sveitarfélagsins ef upp kemur hér almannavarna ástand eða samfélagslega röskun eins og er nú orð sem er farið að nota yfir almannavarna ástand og ýmislegt annað sem kemur upp. Og við vorum í almannavarnaráði funduðum í fyrradag til þess að leggja loka hönd á þetta. Þetta er skipulagið en það er mjög mikið að undirgögnum annað þýðilegt og stóð til að á morgun fyrir hádegi að boða til fundar. Ég veit að það hafi verið gert en það var aðeins komið upp spurningum hvort því er frestað með almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, almannavarnaráði lögreglustjóra og fleirum og bæjarfulltrúum að kynna þetta og raun og opna formlega innri vef sveitarfélagsins sem er fyrir bæjarfulltrúa og starfsmenn. Það sem er farið yfir hvað þetta snýst og það er áhættu stýringar, aðgerðir og annað sem að skipulag sem við vinnum eftir eitthvað kemur upp á. Það er búið að byrja að undirbúa og vinna svolítið eftir þessu með stjórnendur sveitarfélagsins og mikil ánægð með það og var samþykkt á fundi almannavarnaráðs á mánudaginn að stefna því að eftir sumarfrí og annað þá yrði lagt af stað í þessa vegferð að halda æfingar með starfsfólki sveitarfélagsins og stjórnendum og undirbúa það að allir séu tilbúnir ef kemur hér samfélagslega röskunar ástand. Þannig að ég vil bara fagna þessu og þetta er komið í höfn og við erum konir með okkar plan, okkar áætlun. Nú er verkefnið að samhæfa þetta með starfsfólkinu og stjórnendum og vona svo að við þurfum aldrei að grípa til þess að nota þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúa Kjartan Björnsson. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur og áheyrendur eða áheyrendur. Já, ég er búin að taka þátt í þessu starfi með Sólveigu og Helga og
starfsmaður nefndarinnar er bæjarstjórinn. Þetta hefur búið að vera margt mjög forvitnilegt og eins og kannski menn vita þá hefur verið kallað eftir viðbragðsáætlunum af hálfu sveitarfélaga af opinberum aðilum og mjög mörg sveitarfélag hafa í raun og veru kannski lagt traust sitt og trúnað á almannavarnanefndir í Árnessýslu í þessu tilviki vænti ég og jafnvel Suðurlands líka þegar að var nú ráðinn hér starfsmaður og sem að var nú fyrst hann Víðir og er svo núna hann Björn Ingi. Það er svo sem margt yfir að fara þar og ræða þau mál öll og við kannski förum yfir það betur síðar og síðan á vettvangi héraðsnefndar. En þetta er búið að vera ánægjuleg vinna og ég skal viðurkenna það alveg að ég var nú ekki alveg eins trúaður á þetta þegar ég lagði á stað en svona aðeins betur trúaður á það núna eftir þessa vinnu. Ég er ekki að neita og það er auðvitað ef að slíkt ástand kemur upp, almannavarnar ástand sem að þá er náttúrulega algjörlega galið ef sveitarfélagið sé ekki tilbúið með allt sitt starfsfólk og annað ef eitthvað kemur upp með þeim hætti. Þannig að það er bara mjög eðlilegt og er það rétt að sé búið að fresta þessu á morgun, þessari kynningu? Ekki alveg vitað. Já, ok. Það átti að vera kl. 11 á morgun í Björgunarmiðstöðinni og Selfossi. Nú, svo hefur við náttúrulega diskuterað eða farið yfir margt í þessari vinnu og að mörgu leyti gæti maður séð það fyrir sér að þegar að farið verður í það að kynna þetta fyrir starfsfólki og öðrum aðilum sem þetta mál við kemur, að þá væri ekki óeðlilegt að yrði tímabundi fenginn einhver aðili sem hefur mikla þekking á þessu sem að færi þá í allar deildir sveitarfélags og kynnti þetta fyrir starfsfólki. Því að það er eitt að boða til svona kynningar eða fundar og ætlað svo til þess að allir séu bara með virknina og viðbröðin og allt saman á hreinu þá. Það held ég að verði aldrei. Þannig að það þarf svona að tyggja þetta svolítið vel í mannskapinu, það á við bæjarfulltrúa og starfsmenn og annað og hvernig viðbröð við að sína þegar að uppkoma sem við auðvitað vonum að gerist auðvitað ekki en við búum á þannig svæði hér eins og allir vita. Bæði með jarðskjálfta og eldgos og eitt og annað. Þannig að þessi vinna hefur verið ánægjuleg og skemmtileg og hún kom mér á óvart hvað var þarna margt spennandi hægt að fara yfir. Takk fyrir þetta Kjartan. Næstur hefur beðið orðið bæjarstjóri Gísli Halldórsson, gjörðu svo vel. Forseti, það er lagt fram hérna, eins og komið hefur fram, skjal til samþykktar sem að kallast skipulag vegna samfélagsröskunar en eins og fram hefur komið þá hafa orðið til í allri þessari vinnu miklu fleiri gögn sem varða málið en það sem að þetta skipulag snýst fyrst og fremst er að við erum með þessa nefnd Almannavarnaráð Árborgar sem bæjarstjórn skipaði í fyrra. Almannavarnaráð Árborgar vinnur í raun og veru innan ramma almannavarnanefndar Árnessýslu og sem vinnur auðvitað innan ramma almannavarna ríkisins og laga almannavarnir. Síðan þetta sem þá almannavarnaráð stefnumótandi og hefur eftirlit með hvernig ferlar eru hjá sveitarfélögunum varðandi það ef viðburðir, ef eitthvað gerist, eitthvað samfélagsröskun, hvort heldur skemmri tíma viðbröðin sem eru það sem við hugsum oftast eða langtíma viðbröðin sem er það sem mestu málu skiptir og getur tekið einhver ár að leysa úr. Þá kemur nú oft til kasta félagsþjónustunar. Síðan undir almannavarnaráði starfar þá sem eins konar framkvæmdastjórn viðbragðsstjórn Árborgar sem eru sviðsstjórar, bæjarstjóri og fleiri lykilstarfsmenn sem að verður svona eins konar miðstöð fyrir alla aðra starfsmenn, miðstöð aðgerða annara. Og svo fjallað í þessu hvaða skýrslur eiga að ganga á milli og hvernig það á að fara fram en einnig sjálfræsandi viðbragðsteymi Árborgar, þá erum við að tala vinnustaðateymi og málaflokkateymi
sem að í raun og veru eiga að vera nokkuð sjálfbæri að geta farið í gang. En þau fá þetta backup frá viðbragðsstjórn sem fær síðan backup frá almannavarnaráði sem á endanum hefur backup frá bæjarstjórn. Þannig að við erum þetta er reynsla sem að við öðluðumst í COVID við að vinna okkur í gegnum COVID og hefur slípast aðeins til og við höfum lært mikið á, myndi ég segja, starfsfólk sveitarfélagsins. Þannig að við erum að koma hérna með kerfi sem að að sömuleyti byltingarkennt, myndi ég segja, hjá sveitarfélögum og vonandi brautriðjandi og öðrum til eftirbreytni. Loks fjallað virkjun og boðun og fyrstu viðbrögð því að það skiptir auðvitað máli að allir viti hvernig þeir eiga að bregðast við og svo fjallað að síðustu aðgerða hringrás sem er merkilegt hugtak í almannavarnafræðunum. En ég tel að með samþykkt þessa skipulags þá séum við að stíga mjög stórt skref fram á við og sem vonandi getur markað veginn fyrir aðra. Takk fyrir þetta, Gísli Halldór. Fleiri hafa ekki kveðið þessi ljós undir þessum lið. Þá legg ég það til að bæjarstjórn samþykki skipulag vegna samfélagsröskunar og samþykki jafnframt skipulagi verið kynnt opinberum aðilum svo fljótt sem auðið er. Þeir sem geta samþykkt það vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 11. liður á dagskránni. Það er kosning í embætti og nefndir 2020 til 2022. Það er kosning í kjörstjórnir. Fyrst er það kjördeild 1 á Selfossi. Þar er lagt til að Berglind Sigurðardóttir verði aðalmaður í stað Írisar Böðvarsdóttur og að Steinar Hermannsson verði varamaður í stað Guðmundar Sigmarssonar. Ég held að ég lesi þetta bara allt saman upp og við samþykkjum þetta saman. Það er kjördeild 2 á Selfossi. Lagt er til að Grétar Páll Gunnarsson verði aðalmaður í stað Sesselju Sumarúsar Sigurðardóttur og að Guðbjörg Svava Sigþórsdóttir verði varamaður í stað Grétars Páls. Lagt er til að Dagbjört Sævarsdóttir verði varamaður í stað Ingveldar Guðjónsdóttur. Kjördeild 3 á Selfossi. Lagt er til að Kristjana Hallgrímsdóttir verði aðalmaður í stað Sigríðar Önnu Guðjónsdóttur og að Agnes Ýr Stefánsdóttir verði varamaður í stað Kristjánu. Kjördeild 4 Selfossi. Lagt er til að Svava Júlía Jónsdóttir verði aðalmaður í stað Magnúsar J. Magnússonar og Björg Maggi Pétursdóttir verði varamaður í stað Svövu Júlíu og að Þorsteinn Tryggvi Másson verði varamaður í stað Þorgríms Óla Sigurssonar. Kjördeild 6 á Eyrarbakka. Lagt er til að Íris Böðvarsdóttir verði aðalmaður í stað Lýðs Pálssonar og að Sesselja Sumarús Sigurðardóttir verði aðalmaður í stað Maríu Gestsdóttur og að Vigdís Jónsdóttir verði aðalmaður í stað Birgis Edvalds. Lagt er til að Víglundur Guðmundsson verði varamaður í stað Arnars Freyrs Ólafssonar og að Guðmundur Magnússon verði varamaður í stað Arnrúnar Sigurmundsdóttur. Þeir sem geta samþykkt þessar breytingar á kjörstjórnum, kjördeildum, vinsalast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Við þurfum að bíða aðeins með það. Við erum enn að rekja eftir. Þá erum við komin að 12. lið á dagskránni. Það er viðauki við fjárhagsáætlun 2022. Það er viðauki númer 3 og þá Bæjarfulltrúi Tómas Elvar Tómasson víkur á fundi. Ég gef Gísla Halldóri Halldórssoni bæjarstjóra orðið. Svel.
Forseti, nú í þessum viðauka er fyrst að telja útgjaldaauki í rekstri vegna nauðsynlegs viðhalds á húsnæði Sunnulækjarskóla, en þar hefur verið hvimleiður leki sem að veldur því að fara þarf í viðhald helst án frekari tafa sem að ætlað er að geti kostað alltaf 35 milljónir króna. Síðan aðrar breytingar í þessum viðauka eru breytingar á fjárfestingarliðum, tilfærslur, og fyrst er að telja 176 milljón króna tilfærslu frá fasteignafélagi Árborgar yfir í eignasjóð. Það sem að mest er lækkað í fasteignafélaginu er áætluð fjárfesting vegna frístundamiðstöðvar 150 milljónir, en það sem fyrst og fremst er verið að hækka í eignasjóði er tímabundin lausn Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri á Eyrarbakka sem áætlað er að geta kostað alltaf 270 milljónir. Auk þess eru þarna nokkrar aðrar tilfærslur innan eignasjóðs til að mæta þessum kostnaði. Að lokum eru nokkrar tilfærslur á fjárfestingum innan Selfoss Veitna, það eru nettó tilfærslur innan Selfoss Veitna, sem að miða að því að leggja nýjar áherslur í ljósi aðstæðna, þar sem að fyrst má telja nýjan miðlunargeimi sem að er hækkun á fjárfestingaráætlun í þennan miðlunargeimi upp á 148 milljónir. Einnig hönnun og framkvæmdir á breytingu lagna á Ósabotnum, 60 milljón króna hækkun, og síðan aðgerðir á orkuöflunarsvæði í Þorleifskoti, næstu skref orkuöflunar. Þannig að hér eru nokkrar hækkanir til að mæta nýjum aðstæðum í Selfossveitum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gísli Halldór. Eru einhverjir sem óska eftir að taka til máls undir þessu lið? Já, gjör svo vel, bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson. Forseti, bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Já, þetta er eiginlega mjög skrítið allt saman. Ef maður skoðar aðeins hér hækkanir og lækkanir og tilfærslur og allur pakkinn, það sýnir sig í fjárhagsáætlun, það er ekki langt síðan, að núna er þetta komið í það er komið út í þetta skyndirettingar hérna. Veist ekki miðlunageimir. Orkuöflun miðlunageimir. Ég hef aldrei vitað til þess að orkuöflun væri miðlunageimir. Hann auðvitað bara er sveifluþró. Miðlunageimir sem við fyrir, það er 2,5 tími til þess að tæma hann ef það kemur ekkert inn í hann. Það þarf auðvitað að koma inn í hann. Sá sem stendur hér er marg búinn að benda á það. Ekki einu sinni. Hér er hverjum einasta fund orkuöflun. Skrifa greinar þetta, innviðina. Það er ekki verið hlusta neitt á. Nú er komið óefni. Þá er stokkið til og farið í það. Kemur viðaukar og ofan á viðauka, breyting á eins og í Selfossveitum breytingar á endurnýjun lagna, hætt við það og verkhönnun á þessu og þetta þarf að gera þetta. Það er ekki að stoppa með þetta. Kemur svo viðauki aftur eftir mánuð eða 2 mánuð. Hvernig það verður? Það hlýtur að gera það. Það þarf að fara í þetta. Þá kemur bara nýr viðauki.
Ég er búinn að hafa það orð líka í samband við skólahúsnæði á Eyrarbakka. Ég hafði orð á því hér, þegar þetta kom upp, mánuð seinna, þá tók ég þetta fyrir inn í bæjaráði, tók þetta fyrir hér á bæjarstjórnarfundi, samband við það, akkur var ekki fara að laga skólann sem til staðar. Það var svo dýrt, kostaði 250 milljónir. Hérna ertu með viðauka upp á 270 milljónir. Ég bara, veistu það, ég er alveg steinhættur að skilja þessi fjármál hér hjá þessum meirihluta sem er núna til starfa. Þetta er eiginlega alveg með ólíkindum. Það er eins og þetta sé öll lausn allra mála, ekkert mál, setjum bara viðauka. En það þarf að borga við. Við förum yfir ársreikninginn hérna á eftir. Þá sýnir þetta sig á honum hvernig málin eru. Ég hef áhyggjur af þessu og hef haft áhyggjur af þessu. Ég er svona mörgulítið á móti þessum viðaukum svona endalaust. Ef það kemur eitthvað sérstakt upp, þá er það að taka með við. En það á fjárhagsáætlun á standa. Menn þurfa að vinna hana vel. Og það er það sem skiptir máli. Vegna þess að bæjarfulltrúar eru ekki í fullri vinnu við þetta og þeir þurfa að leggja sér mikla vinnu við það að halda utanum fjármálin þegar endalausi viðaukar eru. Það er bara þannig. Og ég held að sé allir sammála því. Það er ekki hægt annað. Mér finnst þetta núna, þessi hvernig þetta settu, þetta er auðvitað laust, hætta við sumt og setja annað inn, en það sem var búið að ákveða, það hlýtur að hafa þurft að gera það. Það gefur auga leið. Hefði ekki verið sett inn öðruvísi. Þetta sýnir ráðbrotin hjá þessum meirihluta. Takk fyrir þetta, Gunnar. Næstur við byggjum orðið bæjarfulltrúi Helgi S. Haraldsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég segi nú eins og frá bæjarfulltrúi sem að nýstíðin eru punktu tók hér til máls áðan. Já. Aðeins bara til þess að fara yfir þennan viðauka og það sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Gunnar Egilssyni. Byrjum á bráðabirgðahúsnæði Barnaskóla Eyrarbakka-Stórsíð. Það er alveg rétt, Gunnar. Þú sagðir það að ætti að fara strax í að gera við skólan og nú væri verið að biðja viðauka við sömu upp og að tala myndi kosta að gera við það sem að nú er niður frá. En það kom líka fram, við skulum ekki gleyma því, skýrslu Eflu, að það væri alveg óvíst þá hvort það tækist að laga þetta. En svo mörg dæmi sanna, í dag var verið að opna tilboð í bráðabirgðahúsnæði upp á 250 milljónir. Hvort er skynsamlegra að fara með nýtt bráðabirgðahúsnæði fyrir 250 milljónir eða gera við það gamla sem að hluti til ekki eins og var verið að kenni fyrir 250 milljónir og vona að það takist að koma í veg fyrir þær skemmdir og raka sem er þar.
Jú, það getur vel verið að það muni takast, en hvað ef að svo eftir 6 mánuði 1 ár sagt, það tókst ekki alveg, það er áfram hérna, nú þurfum við að bæta við 10 miljónum eða 20 miljónum. Mínum huga er ekki spurning hvort er skynsamlegra. Það er að gera þetta, setja hennar peningi í nýtt bráðabera húsnæði, sem er þó hægt að nota þegar að varanlegt húsnæði kemur. Það er þá hægt að færa það og nota það annar staðar. Það verður ekki gert við hitt ef að það verður ekkert að laga það endanlega. Þannig að ég held að það hljóti hver og aðeins sjá það hvort er skynsamlega að nýta 250 milljónir í. Síðan aðeins varandi viðauka, og mér finnst málflutningur Gunnars Egilssonar verið einhvern veginn þannig eins og þegar að verða að leggja fram viðauka og það verða að bregðast við ykkur ástandi, þá setja alltaf ykkur skrípaleikur, það sé verið að leika sér af fjármálum sveitarfélagsins og það sé bara verið að búa til eitthvað í fjárhagsáætlun og svo eigi bara að leika sér með viðauka reglulega. Viðaukar eru tilkomnir vegna þess að það breytast aðstæður. Það er einhverja forsendur sem breytast og að því þú talar það bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson áðan, að það sem væri verið að færa til núna og taka út, að það þyrfti að gera þetta allt saman. Og þetta hefur verið sett inn í haustinni í fjárhagsáætlun, fjárfestingaáætlun, það þyrfti að gera þetta. Nú væri það bara að tekið út og sett í eitthvað annað og hvort það kemur svo við ekki seinna. Ég veit ekki annað en að hvernig bæjarfulltrúar hér inni hafi lýst í miklum áhyggjum á fjármálum sveitarfélagsins og ég held að það hefði heyrst eitthvað hér áðan ef að það hefði bara verið bætt við viðauka og ekkert annað tekið niður í staðinn og það væri bara verið að auka enn frekar á skuldir sveitarfélagsins. Það er þá verið að reyna að segja þarna, við ætlum ekki að auka skuldirna, við ætlum að taka eitthvað annað út, við neyðumst til þess og vonum að það komi ekki að sök á þessu ári að fara þá ekki í þetta sem við vitum að samt þurft að gera, en það er bara annað sem er brýnna að gera og við ætlum að fókusa á það. Sjálfsögðu er það ákveðin áhætta. Ef þú breytir áætlunin, þá er ákveðin áhætta. Þetta er bara nákvæmlega sama, þú ert búin að gera áætlun heima í þér og það er ekki áætlun að kaupa nýja þvottavél í ár. En ef þvottavélin gefur upp öndina, þá ferðu í viðauka við heimilisbókhaldið og breytir áætlunum bókhaldsins og tekur eitthvað annað út sem þú ætlaðir að eyða í, ef að fjárhagsstaðan er þannig. Þannig að láta líta út eins og þessi viðauka sé bara einhver skrípaleikur til að hlaupa með afturbók áfram allt árið fram og tilbaka til þess að reyna að blekkja einhverja. Ég veist það bara ekki rétt. Það geta ýmsar aðstæður breyst og það þarf að bregðast við því. Það að skipta skoðanum, það sé rétt að leiðin að taka eitthvað annað út og setja annað inn. Og síðan aðeins varandi eins og orkuöflun og það virðist nú vera orðið aðalmálið síðan mann í greinaskrifum þessari kosningabaráttu sveitarstjórnarkosningar að menn hafi bara sofið beygða rósir og flotið þangað með því að vera ekkert að hugsa að afla heiss vatns í sveitarfélaginu. Ég held að bæjarfulltrúar að viti það alveg að það hefur nú bara verið þannig gegnum tíðina, það hefur verið stöðugt verið að leita að heitu vatni í sveitarfélaginu hverja einasta ári síðustu áratugina. Það gengur misjafnlega hratt, það er misjafn árangur að því. Það kostar, það þarf að fá sérfræðinga til þess að leita og ráðleggja og mæla og komið tillögur að hvað sé skynsamlegast að bora tilraunaborholur næst. Svo þegar búið að vinna það tekur einhver viku mánuði, þá þarf að bíða eftir tilraunabornum, eða bornum til að bora tilraunaholuna. Svo þarf að ákveða hvort það á að virkja hana og ef það er ekki ákveðna, þá þarf að bíða eftir stóra bornum í einhverja mánuði. En það komið fram núna nýlega á samorkuþingi hjá sveitarfélögum all land að það er ekki bara við, það eru öll sveitarfélög sem eru að leita að varmaorku, þau eru í sama veseninu, þau fá ekki þjónustu, þau fá ekki bor. Það er eitt fyrirtæki í landinu orðið sem að getur borað alvöru vinnsluholu. Og þau eru öll, hringinn landi tala orðið það núna þegar verið að tala að það sé raforku, það þurfa meiri raforku í landi út á orkuskiptum og annað, þá taka sveitarfélögin hringinn landi og segja fyrir ekki gleyma því, það vantar líka varmaorku. Við erum öll í því sama. Við höfum ekki, náum ekki að hlaupa nú hægt til að skaffa nú mikið heita vatni hringinn í landið og það er ekki að hjálpa okkur að tækin og tólin til þess er ekki til í landinu. Þannig að jafnvel frá því að þú ákveður að veðja á vinnsluholu, þá er það bara jafnvel lágmarki 12 mánuði þá þú færð borið. Þannig að þegar það er að hlaupa hraða til að útvega innviði,
út af mikil fólksfjölgun, þá var bara ekki nóg að hlaupa hraðar því það bara sagt býtu bara rólegur. Þú eru bara að bíða þessu vanalega. Það er ekki nú tólin ekki til, við komum þegar við erum búinir þarna eða hér. En við skulum aðeins róa okkur í þessu orðræðu eins og þetta líti út fyrir að menn hafi bara verið að hugsa eitthvað annað heldur en að passa upp á innviðina. Takk. Takk fyrir þetta, Helgi. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Sko, þú þarft ekkert að segja mér eitt eða neitt það, Helgi, mig hvenær þarf að panta búr og annað. Af því ég veit alveg það. Það tók okkur heilt ár að fá búr sem kom við pöntuðum 2017, fengum hann ekki fyrir 2018, ætlaðum að fá mikið fyrir. Ég veit alveg hvernig það og það miklu verið ástandi núna. Þess að ég að segja það að menn ekki í því að vinna nógu hratt í þessu. Þetta vitamál, mesta fjölgun hérna á sveitafélaginu í prósentutölu var 2017, síðan 2018. Þetta mesta fjölgunin var þessi ár og við sáum fram á að þetta þyrfti að gera. Það þyrfti að fara í nýtt orkuöflun, sagði. Það var það. Það tekur 2 til 4 ár. Lágmark. Og hérna í sambandi við þetta, þú vitnaðir hérna í skólanum á Eyrarbakka, ég las skýrsluna á Eflu. Lastu skýrsluna frá Eflu hvernig hún var sett upp? Húsið var skrætt að innan, gjörsamlega. Í raun var þetta nýtt hús fyrir saman penning. Það svoleiðis, stendur í skýrslunni. Allt rafkerfi, það var hreinlega stóð eftir beri veggir. Ég taldi það hagkvæmast að gera það, að fara inn í þetta og laga þetta, síðan að vinna eftir því. Í staðinn í skyndiretningar eins og núna. Lausar kennslustofur. Verður það næstu 30 ári. Við þekkjum það. Að ekki treysta hausinu við því. Það voru settar lausar kennslustofur niður á Eyrarbakka þegar hérna Heimaeyjargosið var. Það verður að nota þær. Það eru óndar, sumtaði með eitthvað heilt. 73 var þetta gert. En það sem ég að benda á, varalegt, græja þetta, það ódýrara að græja þetta, þetta dýrari lausn sem við erum að fara í. Takk fyrir þetta, Gunnar. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Sigurjón Vídalín, gjörðu svo vel. Frú forseti, það væri náttúrulega til að æra óstöðuna að maður komin hérna í pontu einaferðin enn að ræða barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri á Eyrarbakka. En það nauðsynlegt það sem það stöðugt að fara með sömu rangfærslurnar því að í skýrslueflu og kynningunni sem var á skýrslueflu á Eyrarbakka, ég var þar eins og þú Gunnar, þá var það sagt að þarna væri verið með kostnaðaráætlun upp á einhverja 260 milljónir áður en það væri búið að opna einn einasta vegg eða taka þakið af og kíkja undir járnið. Nei, taka járnið af og kíkja undir á þakið. Hvernig litu sperrurnar út? Og svo framvegis. Ég tek algjörlega undir það með Helga, enda náttúrulega stend ég 100% á baku það ákvörðun að ég ætla ekki að fara að veðja á það myndi takast að gera við húsið, skólahúsinu að Eyrarbakka. Nú eins og Helgi kom inn á það, þá var opnað í morgun tilboð upp á 250 milljónir í færanlegt kennsluhúsnæði sem að mun nýtast til þess að kenna öllum bekkjónum sem þarf að kenna þar ásamt aðstöðu fyrir starfsfólk og mötuneyti.
Og eins og Helgi benti á það, þá er þetta færanlegt kennsluhúsnæði sem er síðan hægt að nýta annars staðar í sveitarfélaginu þegar verður búið að byggja upp varanlegt kennsluhúsnæði á Eyrarbakka, en öll framboðin í þessum kosningum sem eru núna sem fara núna fram 14. maí hafa gefið það upp að þau styðji við það að fara í uppbyggingu á varanlegu kennsluhúsnæði á Eyrarbakka strax á næsta kjörtímabili. En það þarf enginn að hafa áhyggjur af því að þetta varanlega kennsluhúsnæði standi þarna næstu 30 árin. Ekki nema það að vera nýtt í eitthvað annað. Síðan er önnur umræða sem að hefur komið hérna upp nokkur sinnum á kjörtímabilinu og það er varðandi þessa viðauka. Og það er nú bara einu sinni þannig að samkvæmt reglum fjármál sveitarfélaga þá ber bæjarstjórn að leggja fram viðauka ef það á að fara bregða út af fjárhagsáætlun. Og ég bendi á þetta orð fjárhagsáætlun. Þetta er áætlun. Auðvitað á að reyna að hafa þessa áætlun eins nákvæm og hægt er. En þegar við vorum að gera fjárhagsáætlun í haust, þá sá enginn fyrir sér að barnaskólinn Eyrarbakka á Stokkseyri yrði dæmdur ónýtur strax eftir áramót eða fljótlega. Það sá enginn það fyrir. Auðvitað er þetta verkefni sem eru þarna inni sem þarf að fara í. Og við höfum náttúrulega þá þetta val, ætlum við að fara í þau og skuldsetja okkur meiri eða ætlum við að reyna að fresta einhverju og taka þau næst. Það er líka rétt sem hefur komið hér fram hjá Helga að það er búið að vera í orkuöflun allt þetta kjörtímabil eins og öll hin kjörtímabilin. Það hefur verið viðvarandi verkefni allra bæjarstjórna hér að reyna að finna meira heitt vatn fyrir sívaxandi og stækkandi byggð. Og það hefur verið held ég síðan 2010 eða fyrir 2010 og þá var byrjað að bregðast við heitavatnsskorti á kaldasta tímanum, til dæmis með því að skerða þjónustu sundlauga. Það er ekkert nýtt, það er ekkert nýbyrjað. Og rétt eins og Gunnar benti á áðan, 2017, þá var 6,3% fólksfjölgun í sveitarfélaginu. Á síðustu 5 árum hefur fjölgað 20% í sveitarfélaginu. Og eins og Gunnar benti réttilega á áðan, það hefur þurft að panta bor allavega með árs fyrirvara. Það er ennþá bara 1 borfyrirtæki í landinu sem getur þetta. Það er ekkert minni biðlisti núna heldur en var 2017 eða 18. Hann er meiri en einhver því að nánast öll þessi stærri sveitarfélög sem hafa verið í þessu mikla vext eins og við eru öll komin í þessu sömu vandræði, þeim vantar orku. Það er ekki því að kenna þess ekki búið að vinna í þessum málum. Það er bara því að kenna annars vegar að það er ekki tiltækin og tólin og hins vegar að þegar þú ert að leita orku þá er þetta svona svipað að leita gulli. Það er ekkert á vísan að róa. Það er ekkert víst að þú finnir heitt vatn þó þú borur einhver stór holu. Og það er svolítið þreytandi og sérstaklega fyrir mig sem jarðfræðing að hlusta á þetta tal þar sem að fólk heldur því fram að það eina sem þurfa að gera sé að keyra hérna einhvern upp í sveit og bora holu og þá ertu komið með heitt vatn. Það er bara aldeilis ekki þannig. Að endingu vildi segja það og aftur kem ég að viðaukunum. Mér finnst það miklu eðlilegra og það er hérna mun meira gagnsæi því fyrir þá sem fylgjast með því sem er að gerast í sveitarfélaginu. Að það séu lagðir fram viðaukar þegar að einhver breyting verður á fjárhagsáætlun, frekar jafnóðum, frekar heldur en að gera eins og hefur verið gert, að færa á milli flokka yfir allt kjörtímabilið og svo í restina er þetta gert upp með einum viðauka. Ég get ekki séð að það sé neitt betri stjórnsýsla og er raun og veru ekki samkvæmt reglunum. Þannig hér er verið að fara eftir reglum fjármál sveitarfélaga og það er alveg ótrúlegt að hlusta á bæjarfulltrúa að vera gagnrýna það. Það getur vel verið að hún finnist þetta ekki eiga að vera svona, en þetta á að vera svona, samkvæmt reglunum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Næstur við biðjum orðið bæjarfulltrúa Gunnar Egilsson, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúa deilurendur. Sko, með leyfi forseta, þá því að lesa hérna úr blaðagreins sem Helgi Haraldsson sendi frá sér í maí 2018.
Það er rík skylda bæjarfulltrúa að huga vel að fjármálum sveitarfélagsins. Hvernig fjármunum er aflað og hvernig þeim er eytt. Því er mikilvægt að vanda til fjárhagsáætlunar gerðar og fjárhagsáætlunar ár hvert. Ég skal halda áfram. Þetta er þannig, það er það sem ég er að benda á. Og það er það sem ég er að benda á, ég veit þú þarf ekki að segja það og þið þylja það upp að viðaukar, ég veit að þetta er löglegt, svona á að gera þetta. En aftur á móti, fjárhagsáætlunarvinnan, það er hún sem skiptir öllu máli. 3 ára áætlunin, við reyndum þetta árið 2014, þá gerum við 3 ára áætlunum og við fórum nokkuð eftir næstu 2 ára og eftir. Það var mjög lítið, vegna þess þetta er það sem skiptir öllu máli. Til komandi bæjarstjórnar að vinna fjárhagsáætlunina vel, til þess að þurfi ekki að vera með þessa við. Það er það sem ég er að benda á. Vegna þess, eins og ég sagði, bæjarfulltrúar tapa yfirsýn á þessu. Sem bæjarfulltrúi og vera formaður framkvæmda og veislustjórnar í 6 ár, veit ég það að þegar við fórum í það að ná hitaveituréttindunum yfir öllu stóra Ármótslandinu, við vorum búin að vinna í 2 árum samningu við Oddushólabæn. Þið fenguð hennar kaleik þegar við hætti. Núna síðustu nokkra mánuði hafið þið verið í því að reyna að ná þeim aftur, að fara á stað. Ég veit þetta, það er búið að segja mér. Það hefur ekki verið talað við þá fyrir núna í restina. Seinni partinn á þessu ári eða síðasta ári. Það var gengið á mig, akkur væri ekki farið í að reyna að semja þessi mál. Að því þið geta hrista hausinn yfir því, svona er þetta. Það hljóta mennirnir sem voru í þessu hafa logið hann. Við þurfum að leita allstaðar og við gerðum það. Það þarf stöðugt að leita vatni þegar bær stækkar. Takk fyrir þetta, Gunnar. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúa Helgi S. Haraldsson, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég halda að Gunnar Egilsson var í framboði fyrir komandi kosningar. En ég veit að hann er það ekki, frekar en ég sjálfur. Ég vil enn og aftur segja, ég finnst orðræðan vera þannig eins og viðaukar þetta sé bara verið að gera þetta og hafa þetta í einhverju flippingum. Sjálfsögðu þarf að vanda til fjárhagsáætlun og það reyna allir að gera. En viðaukar eru til þess að bregðast við ef þú þarft að fara út og gera breytingar af fjárhagsáætlun. Og þegar þú talar það bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson að með því að gera með viðauka þá sé erfiðara fyrir bæjarfulltrúa að hafa yfirsýn yfir fjármálin annað, þá langar mig nú bara að segja, Guði sé lof að við erum þó að búin að hafa síðustu 4 ár þess að viðauka afgreiðslu og gerð þeirra eins og við höfum haft, en ekki eins og var þar áður þegar þetta var afgreiðst bara í lok árs á einu bretti, eitt skjal með öllu viðaukum ársins og maður bara var þetta, já og þetta líka og þetta og þetta. Menn er þá allavega með yfirsýn og jafnóðum og þarf að breyta út af gerðri fjárhagsáætlun. Og aðeins út af orkuöflunni og umræðinu það. Þá skora ég á þá sem eru að velta fyrir sér
Og það eru örugglega einhverjir sem að hafa hlustað og lesið og orðræðuna sem velta fyrir sér hvað er satt og rétt í þessu? Hverju má ég að trúa? Er einhverjir sem hafa ekki verið að gera neitt? Er það rétt sem þeir segja? Þeir hafa bara sofandi á verðinum og ekki gert neitt og nú er allt í vesinni og vandræðum og það líði ekki á setjandi og það þarf einhver aðrir að koma að bjarga svo. Ég skoraði þetta vakt. Lesiði fundagerðir eigna og veitunefndar. Ég bara síðustu 10, 15, 20 ár. Lesið þær aftur til 2010, byrjaði á því. Og lesiði fjárfestingaráætlun og framkvæmdaráætlunar sem eru lagðar frá. Það er stöðugt verið að fjalla bora þarna, rannsaka þarna, viðra við þennan heitavatnsréttindi og svo framvegis. Það er nánast að lesa þetta einhver einustu fundagerð. Þannig að tala það að það hefði ekkert verið gert og ekkert verið að fjalla þetta og ekkert verið að leita nýjum stöðum hana. Það er bara nóg að lesa fundagerðina. Það er alltaf verið að fjalla með það. Alltaf verið að fjalla rannsóknir og hvað er að rannsaka núna og hvað er að gera tilraunabóranir og annað. Og síðan að tala þetta að núverandi meirihluti að fengi þennan kaleik varðandi samninga við Odgjusól og Stóra Ármót. Það er nú verið að bora í Stóra Ármótslandi. Já, ég segi, það er verið að, ég er að segja að það er verið að bora í Stóra Ármóti. Varðandi Odgjusóla, þetta er bara þvættingur. Það hefur bara ekki verið vilji þar til þess að klára samningu við sveitarfélagið. Og það skulle alveg hafa það hreinu og það er nú bara hálfum mánuði síðan ég fekk það staðfest og hjá veitustjóra meiri segja, það er bara ekki vilji þar, það mál var hjá lögmönnum Suðurlandi, það er bara ekki vilji þar. Og ég ætla ekki að fara út í það af hverju það er, en það er bara út á ákveðnum málum, að það er ekki vilji þar til þess að ganga frá þessu sveitarfélagi og sveitarfélagi og veitustjóri bara ítt þessu til hliðar og sagt, við verðum að gera eitthvað annað. Við höfum verið í viðræðum við eigendur Árbæjarlinda, Árbæjarhverfisins sem var heitt vatn. Ég man ekki hvort að þú bæjarfullur Gunnar Egilsson var byrjað á því. Því hefur verið haldið áfram og reynt að skoða það. Þannig að það hefur ýmislegt verið gert og verið að leita hingað og þangað. Þannig að guðana bænum hættum þessu sandkassa leit að menn hafi bara ekki gert nokkuð skapaðan hlut. Það er bara ekki rétt. Takk fyrir þetta Helgi. Næstur við bauðum orðið bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, tilheyrendur og áhorfendur. Hefur Helgi Haraldsson þá taktinn hvað hefur verið árið 2019, 20 og 21 eitt miklum fjármunum í að bora eftir heitu vatni? Takk fyrir þetta Kjartan. Helgi Haraldsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, ég hef það ekki á taktinum og þú spurður hvað þið hefði á taktinum, hvað þið að bora. Það er ekki svo einfalt að spurja þannig. Kom með sér fram hjá bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson áðan að það er ekki 2-3 ára rannsaka og þar til þetta bora og rétt að bora. Þannig að ég myndi segja, ég hef það ekki á taktinum hvað hefur verið eitt í orkuöflun, tilraunaboranir, undirbúning og borunina sjálfa og virkjunina. Þetta er það eðlilega spurning því að það getur tekið 4 ár að komast að niðurstöðu hvað er að bora og það getur verið að það verið borið að bora 15. maí. Þá er rosalega einfalt að segja þið boruðu ekki neitt á kjörtímabilinu. Ég hef þessa tölu ekki á taktinum en legg það að þetta þarf að tala þetta í samhengi. Takk fyrir þetta Helgi. Fleiri hafa ekki beðið orðið undir þessum lið. Já,
Það verður óskað eftir fundarhlé, það er veitt. Þá er fundið fram haldið eftir fundarhlé. Við erum hér að ræða 12. lið, viðauka við fjárhagsáætlun ársins 2022, viðauka nr. 3 og það er komið að því að greiða atkvæði viðaukan. Þeir sem að geta samþykkt þennan viðauka vinsamlegast gefið merki. Er einhverjur á móti? Það er enginn á móti, 4 sitja hjá, viðaukinn er samþykktur með 4 atkvæðum. Þá er það 13. liður á dagskráni, það er ársreikningur 2021. Og það liggur hér fyrir fundinum fyrri umræða ársreikning ársins 2021. Og ég gef Gísla Halldóri Halldórssyni orðið. Gjör svo vel. Forseti. Ársreikningur sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2021 er hér lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn miðvikudaginn 27. apríl 2022. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal fjalla ársreikninginn á 2 fundum í sveitarstjórn og verður seinni umræðan í bæjarstjórn 11. maí næstkomandi. Halli á samstæðu reikningi sveitarfélagsins Árborgar árið 2021 er alls 1790 milljónir króna. Þar af eru fjármagnsgjöld vegna 5,6% verðbólgu 1206 milljónir króna
og má ætla að það séu 670 milljónum króna hærri útgjöld en í venjulegu árferði. Að auki má rekja 418 milljónir til óvæntrar hækkunar lífeyrisskuldbindinga sem urðu þannig 583 milljónir í stað áætlanir upp á 165 milljónir króna. Að síðustu má nefna að undir fjármögnun jöfnunarsjóðs á málefnum fatlaðra er 212 milljónir króna á árinu 2021. Samanlagt eru þessi liðir 1300 milljónir króna og án þessara áfalla hefði halli af rekstri samstæðu Árborgar, sveitarfélagsins Árborgar, verið 490 milljónir króna og eru þá ekki allar skýringar framkomnar á þessum mikla halla. Því að auk ofangreindra áfalla hefur áfram verið umtalsverður kostnaður og tekjumissir vegna COVID-19. Má þar nefna endurgreiðslur á skóla, leikskóla og frístundagjöldum og vaxandi kostnað vegna veikinda starfsfólks. Kostnaður við félagsþjónustu hefur aukist verulega á síðustu árum vegna afleiðinga COVID-19 en einnig vegna annarra þátta svo sem íbúafjölgunar og sérstaks átaks á landsvísu í barnaverndarmálum. Þá hefur umtalsverður aukakostnaður skapast vegna tafa og óhagræðis í tengslum við uppbyggingu skólahúsnæðis og samsvarandi fjölgunar starfsfólks í skólum og leikskólum. Ef ég man rétt þá kemur töluverður hluti af þessum kostnaði fram í viðauka 10 sem samþykktur var á síðasta ári við fjárhagsáætlun. Nú til dæmis var leikskólaplássum fjölgað mun meira á árinu 2021 heldur en gert hafði verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun, enda er mikil eftirspurn eftir fjölgun leikskólaplássa. Starfsemi sveitarfélagsins og liðsheild starfsfólks er orðin afar sterk og þjónustan öflug í kjölfar breytinga á skipuriti og verkferlum þar sem lögð hefur verið áhersla á valdeflingu starfsfólks. Auk þess hefur stafræn þróun skilað vaxandi hagræði með bættri þjónustu og lægri kostnaði á fjölmörgum sviðum. Þetta mun skila sér í hagkvæmari rekstri á næstu árum og er full ástæða til bjartsýni á að reksturinn verði jákvæður þegar ytri aðstæður skána og ofantaldir vaxtaverkir jafna sig. Nú fjárfestingar alls námu 3.270 milljónum króna en voru 2.600 milljónir árið 2020, 1.635 milljónir árið 2019 og 1.900 milljónir árið 2018. Þær voru þó 550 milljónum krónum lægra árið 2021 en áætlun hafði gert ráð fyrir. Þessar tölur endurspegla þau risavöxnu verkefni sem sveitarfélagið hefur tekist á við á síðustu árum. Skuldahlutfall hefur aukist á árinu 2021 vegna mikilla fjárfestinga og er skuldaviðmið samkvæmt reglugerð nú komið í 138,4% miðað við 120,1% árið áður. Veltufé frá rekstri lækkaði milli ára og var 213 milljónir króna árið 2021 en 580 milljónir króna árið 2020. Veltufé frá rekstri er 1,7% af heildartekjum sem getur ekki talist viðunandi. Handbært fé frá rekstri var neikvætt 56 milljónir króna. Lækkanir jöfnunarsjóðs tekna eftir COVID-19. Tekjur úr jöfnunarsjóði árið 2021 er 220 milljónum króna lægri en það ætti að vera sé litið til áranna fyrir COVID-19. Árið 2020 var þessi mismunur 180 milljónir króna. Á árunum 2011 til 2019 voru tekjur frá jöfnunarsjóði sem hlutfall af útsvarstekjum aðeins einu sinni undir 30%. Það var árið 2019, þegar hann var 29,6%.
Annars var þetta hlutfall að jafnaði 32,9% árin 2011 til 2019 og að meðaltali 31% árin 2016 til 2019. Árið 2019 var hlutfalli reyndar 32%. Árið 2020 féll þetta hlutfall jöfnunarsjóðs tekna af útsvarstekjum sveitarfélagsins Árborgar skyndilega mjög mikið og tengist að öllum líkindum ráðstöfunum ríkisins vegna COVID-19. Þar sem tekjustofnar sveitarfélaga á borð við sveitarfélagið Árborg eru ekki of burðugir, þá er þetta alvarlegt mál sem sambandið þarf að beita sér í. Og fjármagnsliði í 5,6% verðbólgu. Ef verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands 2,5% verðbólgu hefði haldið, má reikna með að fjármagnsgjöld sveitarfélagsins Árborgar væru 670 milljónum krónum lægri en nú er raunin. Verðbólga hefur gríðarlega áhrif á rekstur íslenskra sveitarfélaga í gegnum lán sem almennt eru verðtryggð hjá sveitarfélögum. Fjármagnsgjöld samstæðu nettó 1200 milljónir króna árið 2021 samanborið við 908 milljónir króna árið 2020, 752 milljónir árið 2019 og 670 milljónir árið 2018. Á þessum tíma hafa gríðarlegar fjárfestingar verið í mikilvægum innviðum vegna vaxtar sveitarfélagsins og hafa þær ásamt 11,1% verðlagsbreytingum á tímabilinu leitt til skuldaaukningar úr 8,1 milljarði upp í 14,4 milljarða. Verðbólga 12 mánaða stóð í 5,6% síðustu áramót og hefur því miður farið mjög vaxandi frá þeim tíma. Fjármagnsgjöld eru 9,8% af heildartekjum sveitarfélagsins árið 2021. Neysluverðsvísitala hækkaði 5,6% eins og áður kom fram árið 2021 og 4,3% árið 2020 en 1,7% árið 2019. Launavísitala hækkaði 7,3% árið 2021 en 10,3% árið 2020. Ef ég vík aðeins að lífeyrisskuldbindingunum þá varð fordómalaus hækkun óvænt á lífeyrisskuldbindingum sveitarfélagsins árið 2021 580 milljónir og færi sá kostnaður allur sem útgjöld í rekstri. Þetta þýðir 418 milljónir króna umfram það sem væri í venjulegu árferði. Enda var áætlað að hækkunin yrði 165 milljónir króna árið 2021. Líkt og sjá má í skýringu 16 í ársreikningi er þetta 4,6% rekstrartekna sveitarfélagsins í A og B hluta árið 2021. Nú það eru hérna töflur og ítarlegar skýringar í greinargerðinni á rekstri ársins 2021 sem ég ætla ekki að lesa upp hér. En þar fer fjármálastjóri ítarlega yfir helstu þætti ársreikningsins. Jafnframt eru góðar upplýsingar lykiltölur í þeim samstæðu reikningi sem var sendur út. En stöðu og horfur. Grettistak hefur verið unnið í framkvæmdum og fjárfestingum á vegum sveitarfélagsins Árborgar undanfarin ár og enn liggja mörg stór verkefni fyrir. Mikil fjölgun íbúa kallar á að áfram verði fjárfest í skólahúsnæði og íþróttaaðstöðu, en einnig er nú komið að framkvæmdum við hreinsun skorps eftir undirbúningsvinnu síðustu ára. Á síðustu árum hefur verið lögð rík áhersla á fjölskylduþjónustu. Miklu hefur verið kostað til í byggingu leikskóla og leikskólaplássum hefur verið fjölgað verulega. Frístundaþjónusta við grunnskólabörn hefur stór aukist og er það þjónusta sem orðin er ákaflega mikilvæg íbúum í nútíma samfélagi og má ætla að sveitarfélagið Árborg sé þarna í fremstu röð. Sveitarfélagið Árborg hefur haft aukna þjónustu við fjölskyldur að markmiði. Í þeim efnum er lögð sérstök áhersla á börn og velferð þeirra. Segja má að innleiðing farsældarlaganna falli vel að þeirri stefnu sem rekin hefur verið í Árborg síðustu ár. Samþætt þjónusta við hvert barn er þar í fyrirrúmi.
þannig að kerfi tali saman og taki heildstætt á hverjum þeim vanda barnsins sem upp kann að koma. Svo vel hefur tekist til hjá sveitarfélaginu í þessum efnum að horft til þess af ráðuneytum og stærri sveitarfélögum sem munu sækja fundi hjá Árborg á næstu vikum til að kynna sér betur það sem fram hefur farið. Sveitarfélagið Árborg leggur einnig áherslu á að auka aðgengi að leikskólum þannig að fleiri börn fái inni og fyrr en verið hefur. Mikið ákall aukna þjónustu að þessu leyti en á meðan ekki koma tekjustofnar frá ríkinu til að brúa bilið niður að fæðingarorlofi að ræða verulegan útgjalda auka fyrir sveitarfélagið. Árið 2021 var áfram unnið að því að greiða fyrir frekari uppbyggingu í Árborg með skipulagsvinnu, gatnagerð og uppbyggingu innviða. Þessi stórmál nú komin í mjög gott horf en engu að síður leiddi takmarkað lóðaframboð undanfarinna ára til þess að íbúafjölgun varð ekki meiri en 4% á árinu 2020. Ýmsar tafir í byggingu íbúða sem ekki tengjast sveitarfélaginu urðu svo til þess að íbúafjölgun varð aðeins 3,5% árið 2021. Nú svo komið að mikil uppsöfnuð byggingaráform einkaaðila eru komin að ystu mörkum. Óheft gætu þau byggingaráform þýtt 15% fjölgun íbúa á árinu 2022. En ljóst orðið að Selfossveitur munu ekki afkasta slíkri fjölgun fyrr en frekari jarðboranir hafa skilað árangri eða heits vatns aflað með öðrum hætti. Tilraunaboranir hafa staðið yfir síðustu ár en auka þarf enn frekar áherslu á öflun á heitu vatni til að styðja við áframhaldandi íbúafjölgun. Nú róið að því öllum árum með auknum tilraunaborunum, samningum við jarðhita eigendur og viðræðum við önnur orkufyrirtæki. Miklar byggingaframkvæmdir standa yfir í Árborg og munu þær halda áfram, bæði á íbúðamarkaði og í öðrum stórverkefnum. Það því óumflýjanlegt að Árborg verði áfram eftirsóknarverður staður til búsetu og athafna. Stórfelldar fjárfestingar sveitarfélagsins Árborgar eru bein afleiðing af örum vexti enda var íbúafjölgun frá ársbyrjun 2017 orðin tæp 28% í byrjun árs 2022. Það þýðir að nærri þriðjungur íbúa Árborgar eru nýbúar í Árborg. Fjárfestingarnar sem ráðist hefur verið í eru að mestu leyti af samfélagslegum toga og má það nefna skóla, leikskóla og íþróttahús. Áfram verður þörf á miklum fjárfestingum þar sem nefna má til dæmis stekkjarskóla, hreinsistöð fráveitu, húsnæðismál barnaskólans á Stokkseyri og Eyrarbakka og frekari byggingu leikskóla. Stærð sveitarfélagsins og umsvif þess nú orðin slík að lánasjóður sveitarfélaga getur ekki lengur fjármagnað allar lántökur sveitarfélagsins Árborgar. Til þess hann of lítill. Lántökur á frjálsum markaði eru eðlileg ráðstöfun til að bregðast við þeim nýja veruleika sem blasir við sveitarfélaginu. Viðbrögð sveitarfélagsins Árborgar við þessari stöðu skuldabréfa útgáfa á markaði þar sem áhersla lögð á sjálfbæra skuldabréfa umgjörð, vottaða undir stöðlum Green Bond Principles, Social Bond Principles og Evrópusambandsins. Gera má ráð fyrir að slík skuldabréfa útgáfa verði árlegur viðburður á næstu árum. Það fagnaðarefni að sjálfbærni vottuð skuldabréfa útboð sveitarfélagsins hafa nú skilað sveitarfélaginu Árborg betri kjörum en bjóðast hjá lánasjóði sveitarfélaga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gísli Halldór. Nú við erum hér í fyrri umræðu ársreiknings 2021 og bæjarfulltrúi Helgi Haraldsson hefur beðið orðið hér spil. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Hér lagður fram til fyrir umræðu ársreikningur sveitarfélags Árborgar fyrir árið 2021.
fyrir þá sem hafa kynnt sér niðurstöð hans og hlustað á greinargerð bæjarstjóra sem fór með hérna áðan, að þá er alveg ljóst að útkoma hans er mun lakari heldur gert var ráð fyrir á síðasta ári. Nokkrar ástæður eru fyrir því og skal ekki vera að pæra það að hann er verri heldur en var áætlað að útkoman yrði. En það eru ýmsar ástæður fyrir því að af hverju svo er. Og vil ég meðal annars ítreka það sem kom fram hér að það sem hefur einkennt síðasta ár er mikla launahækkanir, líka þessi ótrúlega staðreynd að tryggingastarfræðingur og fjármálandi ákváðu að einskiptisfærslu að hækka lífeyrisskuldbindingar á síðasta ári sem þýðir þarna 500-600 milljónir á þetta sveitarfélag. Sem að eins og ágæti bæjarstjóri í nágranna sveitarfélagi sagði við framlagningu ársreiknings daginn, að sem betur verið væri einskiptisaðgerð og kæmi ekki aftur, en er nógu hátt og kemur á versta tíma eins og fyrir sveitarfélagi okkur. Launahækkanir eru verulegar og þjónustan er dýrari. Sveitarfélag sem skuldar mikið, hækkun á verðbólgu hefur fljótt að telja þar í auknum kostnaði. Þá geti einhver spurt, af hverju er þá staða síðasta ára og þessar staðreyndir hafa svona mikil áhrif á fjármál sveitarfélagsins? Af hverju var ekki búið voru fjármál ekki betur í stakk búin til að taka og reksturinn við þessu tilfallandi álögum og hækkandi kostnaði? Svarið er einfaldlega það á þessu síðustu árum hefur átt sér stað mikil uppbygging í sveitarfélaginu. Hér hefur verið mikil ásókn í að búa, hér hefur mikið verið byggt og mikið framkvæmt til þess að taka á móti þessu fólki. Þegar ég lít tilbaka sem bæjarfulltrúi í þessum meirihluta sem nú er að kveðja í næstu kosningum og fer að velta fyrir mig hvort ég átt að gera eitthvað öðruvísi. Hefði það átt að stýra þessu þannig að við hefðum átt að ákveða hverjir fengi að koma í sveitarfélag og hverjir ekki? Áttum við að hamla lóðaframboði bæði sveitarfélagsins, einkaaðilar sem vildu brjóta land og kaupa land og byggja? Áttum við að leggja meiri álögur á lóðir og lendur bæði sveitarfélags og einkaaðila og þar með segja að þið þurfa að borga hærri upphæðir í innviðunum, skólunum og leikskólunum og grunnskólunum, orkuöflunin og fleira. Okkar val var að gera það ekki, heldur bjóða alla velkomna og reyna að takast á við það að láta það ganga upp að allir væri velkomni og allir geti stunda sín viðskipti hérna í sveitarfélaginu. Kannski var það bara rangt. Kannski hefði bara átt að segja stopp og stilla þessu í hóf. Svo ágætt kona sagði við mig fyrir ári síðan, af hverju eru þið að hleypa öllum sem vilja koma í sveitarfélagi Árborg inn í sveitarfélagi? Ég horfði á hann og sagði bara, hvað meinar? Af hverju veljið ekki úr? Vitið það kemur alls konar fólk til ykkar. Það er alls konar kostnaði sem fylgir því. Ég bara horfði áfram á hann og stóð spurningum og sagði, ég trúi ekki að þú vilji búa í sveitarfélagi þar sem að bæjarvöld velja hvernig fólk fær að búa í sveitarfélaginu. Það getur ekki verið og vilja það. Og það vill enginn. En svona þessi ákvörðum var tekin og ákveða að fara þessa leið og við erum stödd hér í dag. Ég treysti og trúi því að eftir að hafa skoðað þetta að í áætlunum og 3 ára áætlun og áætlun næsta ára að þá munum við komast yfir hennar hjalla. Þeir innviðir sem við erum að byggja og eru dýrir, þeir munu fara að skila inn í þó að fjölgi áfram, að þá er ekki komið að því strax að þurfi að fara í svo mikla fjárfestingar það að næstu 2-3 árin verða erfið, en síðan muni aukna skatttekjur fara að skila sér hraðar inn til sveitarfélagsins á þess að þurfa að fara strax út aftur í auknum fjárfestingum. Það er mér bjargfasta trú og þess vegna segi ég þegar að við leggjum fram þennan ársreikning, það er mín skoðun, hann lítur ekki vel út, staðan er ekki góð,
En ég er sannfærður það innst inni að sveitarfélagið er ekki fallít. Það er ekki komið að fótum fram. Það mun komast yfir þetta. Það er mín barkvasta trú. En staðan er erfið núna, eins og víða. Og hún er víða erfið hjá sveitarfélögum. Og það sem er búið að leggja fram ársreikninga, þar er greinagerðum sveitarfélag, þar er talað þetta sama og kemur fram hér. Það er þessi mikla hækkun á vísitölu, það er þessi einskiptis gjaldafærsla á lífeyrisskuldbindingum, það eru mikla launahækkanir og mikla kostnaðaraukningar í sambandi við þjónustu við fatlað fólk og þau lög sem hafa verið í sambandi við ýmsa félagsþjónustu, barnavernd og fleira. Þetta er gegnum gangandi. Þá getum við bara spurt að því hvort að við erum eitthvað verð sett með stærri sveitafélags með önnur sambærileg sveitafélög eða önnur minni. Og mér sýnist að þessu nokkur sveitafélag sem ég hef skoðað með stærð þeirra og hlutfall af okkar, þá séu þau bara ósköp svipuðum stað, sem er því bara miður. En ég ætla að láta þetta duga þetta og það var svo eftir að fara betur yfir ársreikningin fyrir loka afgreiðsluan og fara stúdera þetta betur. En eins og ég segi, ég tel að við höfum, sem við erum hérna nú, höfum valið rétta leiði upp á ísjötu kjörtímabils og staðan sé erfið núna. Takk fyrir þetta, Helgi. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Ari Björn Thorarensen, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilnefndur, gestir. Nú er það ársreikningurinn. Hann er nú ekki góður og við vorum nú öll bæjarfulltrúar á fundi í gær með endurskoðendunum og þar kom nú ýmislegt fram og þetta kemur fram eins og Helgi sagði hér áðan að það er ýmislegt hvort maður hefði átt að gera eitthvað öðruvísi á síðustu 4 árum og þetta getur maður alltaf hugsað allan sín feril í bæjarstjórn hvort maður hefði átt að gera eitthvað öðruvísi en þetta er kannski stæðsta hlutverk allra bæjarfulltrúa að það er að halda rekstrinum í lagi. Það er eiginlega stóra málið. Og auðvitað er maður ekki búin að kafa algjörlega í gegnum hennan ársreikning á þessum sólarhring, en maður er svona búin að kíkja á ýmislegt og auðvitað kom það bara fram hjá þeim endurskoðendunum í gær að ef heldur áfram þá erum við konur í greiðslustoppum áramót. Þó kannski við viljum ekki trúa því að það verði, en þetta sögðu við. Í A-hlutanum, sem er svo sem kannski stæðsta spurningin hjá okkur í öllum þessum rekstri, að hann sé í lagi, þá hefur honum farið mjög hrakandi á síðust árum. EBIT-an hefur farið úr pluss 8,2% í mínus 8,4%. Það er auðvitað eitt af stóru tölunum í rekstrinum. Ég naut það líka þegar ég var að fara yfir þetta. Ef maður tekur bara frá launahækkanir og allar þessar, utan að komandi hækkanir sem við ráðum ekki við, þá sýnist mér að það séu allar stofnanir okkar, allir skólarnir, allir leikskólarnir, yfir í öðrum kostnaði. Einhverjar 2, 3, 1, 5 milljónir. Það er engin af þessum stofnunum sem er að skila plús fyrir utan ef við tökum launin frá bara svona í rekstrakostnað, það er öll yfir. Það er eitthvað skakt og auðvitað er útsvarið, það er orðið lækkað, það er bara orðið 56,2% af heildarekstrinum, það var 58,2% og það er einhvers staðar skekkja í þessu, eitthvað erum við að þenjast of mikið út í einhverjum liðum. Við erum kannski að auka þjónustu umfram það sem við getum. En það hlýtur að vera okkar
aðal markmið allra, þeir segja allra, að reka sveitarfélagi sem best. Og það sem kom fram hjá þeim endurskoðendunum gær var með sama áframhaldandi og voru greiðslustoppum áramóti. Það er alvarlegi hlutin í þessu öllu saman. Takk í minni. Takk fyrir þetta, Ari. Næstur hefur beðið orðið bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson, gjörðu svo vel. Jæja, forseti, bæjarfulltrúi og tilnefnendur. Já, það er komið í ljós. Okkur var kynnt fyrir ársreikningin í gær. Alhutinn var lekið með 2.480.000 halla. 2.480.000. 80 milljónir fyrirgeði halli. Ef ekki ykkur fengið rauðaljósið, þá fenguðu rauðaljósið í gær. Ég hváði þegar ég sá það. Mig grunaði þetta. Það er síðan kemur eignasjóður og þjónustumiðstöð og það innhata og eignasjóður er hækkaður á milli ára 613 milljónir. Og niðurstaðan verður 2.145 milljarða, 2.145 milljónir í mínus. Í rekstrinum. Það er eitthvað að og við vitum það. Þú vitum það öll. Það er ekki allt bara fjölgunin að kenna. Við erum búin að fjölga of mikið í starfsmönnum hjá okkur. Allt og mikið. Ef það hefði ekki verið þessi 839 milljónir settar inn í eignasjóð, þá hefði sveitarfélagið komið í þrot. Það átti ekki fyrir þessu. Það voru 145 milljónir sem á næsta áramót, ef við náum ekki að eignast eitthvað meira, ef við náum ekki að koma því inn. Skuldir sveitarfélagsins hafa hækkað gríðarlega. Sá sem stendur hér í ponti hefur talað þessi mál, fjármál sveitarfélagsins. Meiri hluta allt kjörnum. Þetta er ekki tilhlökkun efni fyrir mig að þetta sé svona. Mikið langt frá því. Það er bara langt frá því. Reksturinn er ekki að gera sig. Það er stóra vandamál. Það er tekið lán fyrir reksturinn. Það sýnir sig í þessum ársreikningum. Ég er ekki búin að alveg grandskoða hann, en ég er búin að fara yfir hann svona. Skuldahlutfallið er 169%. En með reglutar þá er það 138. Það er 169,2% skuldahlutfallið. En með reglu 2012 þá er það 138%. Það er mikið framundan. Það er verið að byggja eitt stykki skóla. Það er rétt byrjað á honum. Fráveitumálin. Fráveitumálin og
hitaveitumálin, þau taka drjúgan pening á næstu árum. Þau sem að skuldirnar minnka ekki. Skuldir sveitarfélagsins eru 21 milljarður í dag. Árið 2017 fyrir 2018 þá voru skuldir sveitarfélagsins 11,6 milljarðar. Í dag eru þeir 21,4 heldur. Á 4 árum eru skuldir sveitarfélagsins búið að hækka hér upp helming. Vextir í dag, eins og Gísli vitna, frábært að fá lága vexti 0,9%, það má ekki gleyma því að verðbólga. Hún er 7,7% í dag. 0,9, þetta eru nálægt að vera 9% vextir. Vextir af 21 milljarði eru aukstað nálægt að vera 2 milljarðar. Bara vextir. Þetta er nálægt að vera 2 leikskólar á ári sem við borgum í vexti. Ég get haldið áfram, en tapið á sveitarfélaginu á dag er nálægt 8 milljón á dag. Það telur 8 milljónir hver dag. Þetta er grafalvarlegt. Þetta er eiginlega svona hálf sárgrætilegt að horfa upp á þetta fara svo. Það á að gera allt. Ég benti á þetta fyrir 2 árum eða 3 árum þegar var samþykkt eitt stykki knatthús hér. Þetta var akkurat vendipunkturinn sem við máttum ekki við. Við þurftum að byggja skóla. Það var farið allt og seint á stað með skóla. Það var gerð skyndiretning, lausar kennslustofur við stekkjaskóla sem kostu hátt í 500 milljónir. Í staðan fyrir að farið fyrir á stað, eitt púðurinn í skólan, að farið í knatthús. Ég hef búin að tala svo oft þetta og benda á þetta, bæði það í skrifum og hér á fundum, og ég hef alltaf fengið skítkasti framan í mig. Bæði rituðu og töluðu. En hvað er komið? Staðreyndin er hér upp á borði. Því miður. Ég ætla ekki að tala meir þetta núna. Ef við skoðum þetta er fyrri umræða ársreikninginn. Síðan kemur seinni umræða, þá skoðum við það líka. Takk fyrir þetta, Gunnar. Næstur við böðum orði bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson. Nú undan, já. Gjörðu svo vel, Brynhildur. Já, forseti. Við erum að ræða hérna fyrir umræðu ársreikning sveitarfélagsins Árborgar árið 2021 og hérna það er nú eiginlega bara dapurlegt að sjá stöðu sveitarfélagsins svona að það sé rekið með halla upp á 1.790 milljónir og það eru gefnar upp ýmsar skýringar og virðist aldrei hafa verið gert ráð fyrir neinu óvæntu og heldur hefur allt verið keyrt upp í rjáfur, þannig það hefur aldrei verið borð fyrir báru. Það hefur aldrei verið gert ráð fyrir þessu óvænta. Helgi talar fjölgun íbúa og hvort við hefðum átt að velja
hver er þetta að koma hérna inn í sveitarfélagið? Þetta er náttúrulega alveg bara fáran skýring, reyna að halda því fram. Það bara þarf líka að hugsa hvernig maður er að fjárfesta. Og þessi ársreikningur, hann endurspeglar þennan alvarleika að aðhalds hefur ekki verið gætt í rekstri og ekki forgangsröðun út frá lögbundum verkefnum sveitarfélaganna. Það er alveg óásættanleg niðurstaða og afar dapurleg. Rekstra niðurstaða aðsjóðs er neikvæð upp á 2.145 milljónir og er tæpum 700 milljónum meira en gert var ráð fyrir áætlun. Að því við vorum að tala hérna fjárhagsáætlanir og gerð þeirra fyrir á fundinum. Þannig að skiptir máli að fara ígrundað í þær áætlanir og stundum að hafa borð fyrir bárið. Það er í rauninni allt í skrúinni, eins og sagt er. En mér langar reyndar að spyrja hérna varðandi, kemur fram hérna veltufé frá rekstri, það hefur lækkað á milli ára og var 213 milljónir krónur árið 2021, en veltufé frá rekstri var 1,7% af heildartekjum sem getur ekki talist viðeigandi, en handbært fé frá rekstri var neikvætt 5,6 milljónir. Þess vegna spyr ég, er sveitarfélagið rekið á lántökum? Það er eiginlega bara spurning sem ég langar að fá, ekki eitthvað sem ég þarf að leita. Ég hljóta ekki að vita það. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áhorfendur og tilheyrendur. Ég tek undir orð forseta bæjarstjórnar Helga S. Haraldssonar hér áðan að ég tek undir hans innstu trú og von að sveitarfélagið okkar sé ekki farlít eins og hann orðaði það. En nú lýkur senn 4 ára meirihluta samstarfi, óháðra, framsóknar, viðreisnar, bjartrar framtíðar, Pírata, Samfylkingar og Miðflokks og því rétt að líta aðeins yfir farin veg. Eru það fjármálin, eru það innviðirnir, eru það grunn- og leikskólar, fráveita, vatnsöflun svo dæmi séu tekin sem eru stóru atriðin eða eru það stórar byggingar. Skilja hefur mátt á orðum nokkura bæjarfulltrúa í ræðu og riti núna á síðustu misserum og reyndar bæjarstjórans líka á íbúafund á Stókseyri að hér hafi ekkert gerst í sveitarfélaginu á árunum 2010 til 2018 og lífið bara hreinlega beinlínis verið hér næstum því leiðinlegt. Það vill gleymast að hér vannst mikill áfangi í gangi fjármála sveitarfélagsins þar sem staðan var mjög erfið árið 2010 með 206% skuldahlutfalli. Einnig var tekjuöflun mjög þung vegna efnahagskreppunar og hjól atvinnulífsins snerust mjög hægt. En við náðum engu að síður að gera margt þrátt fyrir þessa stöðu. Við fórum í Sundhöllina, tókum lagnakerfi hér og hvar í sveitarfélaginu, land, tæki og fleira í hreinsistöðina sem fór síðan í umhverfismat og tafðist úr hófi fram. Nú við settum á stofn fræðslusetur í Sandvíkursetri og erum mjög stolt af því. Miðbæjarskipulagið fór langt í okkar meirihluta tíð. Við undirrituðum samning eftir japl, jaml og föður og baráttu við ríkisvaldið nýtt hjúkrunarheimili sem nú verður tekið í gagnið í lok maí eftir sem mér skilst
Nú þessari félagsaðstöðu sem við erum hér inn í núna, félagsaðstöðu eldri borgara og annara þeirra sem hana nýta. Nú göngustígar og fjörustígurinn frægi, kláruðum hönnun og skipulag Björkustykkis eða allt svo hönnun þess, Sigtúnsgarðs, keyptum húsnæði fyrir tónlistarskóla og fleira. Ég ætla nú ekki að þylja hér upp í allan dag, en okkur tókst að lækka skuldir og einnig mjög verulega vexti og verðbætur og annað slíkt sem er sligandi fyrir ekki stærri sveitarfélög en okkar. Það væri hins vegar barnaskapur að halda því fram að hér hafi ekki margt verið gott gert. Skárra væri það nú eftir helmingsaukningu á skuldum. Eðlilega eru fjölmörg verkefni sem hér hafa bæði brýn og nauðsynleg verið gerð, en fjármál hvers einstaklings, fyrirtækis, sveitarfélags, ríkis skipta miklu máli og það er áætlanir sem við gerum. Frelsi okkar til að framkvæma fyrir okkar samfélag byggist í raun á sterkri fjárhagsstöðu. Framlagður ársreikningur hér sýnir grafalvarlega stöðu sveitarfélagsins. Rekstrartapið er gríðarlegt og er það bæði hjá aðalsjóði og samstæðunni. Því miður hefur þurft að bregðast við ákveðnum málum eins og hér hefur verið lýst áður sem ekki voru fyrirséð, en margt annað var nú kannski fyrirséð en fór öðruvísi en fjárhagsáætlunin sagði til um. Nú árið 2019, fyrsta heila ári þessa meirihluta, þá var áætlunin 98 milljónir en endaði í 136 milljónum. Þetta var 39% aukning. Rekstrar niðurstaðan 2020 átti að vera 454 milljónir en endaði í 949 og þetta var 109% aukning. Og ég minnist þess að hafa hlustað á bæjarfulltrúa meirihlutans segja frá því þegar að þessar tölur urðu ljósar, bæði 2019 og 2020, að þeir lofuðu því, þar sem þeir stæðu og legðu nafn sitt við, að staðan myndi batna í næsta reikningi. En svo kom rekstrarniðurstaða ársins 2021 sem við erum hér að ræða og þá var gerð áætlun 760 milljónir en raunin varð aðeins önnur, 182% hærra, 2.145 milljónir. Sú áætlun sem samþykkt var fyrir þetta núverandi rekstrarár sem við erum hér að ræða, sem er núna, gerir ráð fyrir tap upp á 1130 milljónir. Og miðað við þá stöðu sem virðist hafa komið út úr árinu 2021, þá kæmi því miður ekki á óvart að sú tala gæti farið í 2 milljarða að minnsta kosti. Gjöldin hafa þanist út langt umfram tekjur. Á kjörtímabilinu hafa gjöld vaxið 70% og meðan tekjur hafa hækkað 50%. Því er ljóst að mikinn útgjaldaleka er að ræða. Svo nota séu frægar setningar hér úr kosningabaráttunni árið 2018. Með sama áframhaldandi miðað við áætlun ársins með eigið fé upp á 244 milljónir þá má gera ráð fyrir greiðslufalli í lok ársins. Þannig að við eigum ekki fyrir útgjöldum í lok árs. Nú ef við berum saman ársreikninga þá er aðeins gerð hér nokkrar æfingar með það hér áðan og þá er rekstrarniðurstaðan hjá okkur árið 2021 í sveitarfélaginu Árborg 2.145.340.000. Í Mosfellsbæ er rekstrarniðurstaðan 618 milljónir í mínus, nokkuð sambærilegt sveitarfélag. Í Hveragerði eru það 320 milljónir. Á Akureyri sem hefur verið vitnað í fyrir frekar erfiða stöðu og vonda, að þar voru 318 milljónir í afgang af vatnssjóði
og 59 miljónir voru í Garðabæ. Í Hafnarfirði sem hefur barist við mjög mikið rekstrar vanda og nokkuð lengi var 1.479 milljónir og í Reykjavík höfuðborg Íslands voru 3,8 milljarðar og Kópavogur skilaði síðan eilitlum afgangi. Skuldahlutfall hefur því vaxið 90% sem hlutfall af tekjum og 181% í sveitarfélaginu Árborg, 134% í Mosfellsbæ, 147% í Hveragerði, 112% á Akureyri, 114% í Garðabæ, 148% í Hafnarfirði, með við þennan útreikning, 102% í Reykjavík og 112% í Kópavogi. Svo eru þetta grafalvarleg staða með eigið fé, eins og kom hér fram, 244 milljónir hjá okkur og það ein slappasta staðan af þeim sveitarfélögum sem hér ég taldi upp áðan. Skuldir per íbúa eru þá komnar í 1.862.000 og við trónum þar á toppnum. Það hefur líka verið talað fordæmalausa fjölgun í sveitarfélaginu og eins og það hafi bara poppað upp hér á síðustu 2-3 árum. En það var komið hér inn á það einhverjum bæjarfulltrúum hér áðan að sú fordæmalausa fjölgun sem svo kölluð byrjaði nokkuð fyrir. En frá 2015 hefur íbúum í sveitarfélaginu fjölgað 2.785 og sannarlega það mikil áskorun í okkar samfélagi að taka við svo mörgum íbúum. Við gerum okkur grein fyrir því. Það fylgja því vaxtaverkir. En helmingsaukning skulda á 4 árum rímar illa við grein Helga góða áætlanagerð og skipulaga. Sömuleiðis stórkostlegan hagnað sem hann lýsir í þessari sömu grein á fráveitunni og hún botnar ekkert í því þarna 2018 af hverju það sé ekki allt komið á fleygiferð þar. En ég lýsti því hér að frama, það var byrjað á ákveðnum þáttum í því ferli en svo fór það í umhverfismat. En gott og vel. Tölurnar tala sínu máli. Staðan grafalvarleg að mínu mati og dæmi hver sem vill. Takk fyrir þetta, Kjartan. Næstur við byggðum orðið Helgi. Varst þú ekki að byggðum orðið? Nei, ok, fyrirgefðu. Tómas L. Tómasson, gjörðu svo vel. Forseti, það er ég að þakka bæjarfulltrúa Kjartani Björnssyni kærlega fyrir þessar yfirferð og talaði svo reyndur endurskoðandi. Þetta er hrós. En ég langar nú aðeins að fara yfir líka herran arsennik og ég núna í fyrri umræðu og mann svo leggja fram bókun eftir sem ég sendi á okkur. En það er alveg rétt að sko rekstur sveitarfélagsins var erfiður á síðast ári. Og það er ekkert óvænt og engin feluleikum með það heldur hvert við ætlum í uppbyggingu innviða og að þetta ár og næsta ár eru það erfið fyrir sveitarfélagið
En svo árið eftir 2024 og þá myndi fara að koma tekjur umfram gjöld inn í sveitarfélagið. Við erum búin að klára þessa megnið af þessari innviðauppbyggingu sem var orðin nauðsynleg. Og það má velta fyrir sér einmitt, þú veist, ég má líka þess að horfa svona á ársreikningin og rekstrar niðurstöðuna með þeim augum líka að sko þið vitið að þá eru þarna inni líka reiknaði stærðir, en það breytir samt sem það ekki því að það er halli mínus á rekstrarniðurstöðunni og hafa náttúrulega þessi tekjur frá jöfnunarsjóði lækkað töluvert mikið á milli ára. Kjarasamningarnir líka sem gerir hafa verið að þeir hafa líka haft áhrif á þetta sveitarfélag sem á önnur. Og eins og við vitum, þá náttúrulega erum við í miklum fjárfestingafasa núna og skuldaviðmiðið er komið í 138,4%. En enn er skiptið. Allar þessar óþarfa framkvæmdir sem menn hafa að ræða hér ég veit það að bæjarfulltrúi og oddviti sjálfstæðismanna hér í bæ og hefur lýst því yfir að þetta sé bara óskapnaður sem hann upp á Írstavelli. Algjörlega óþörf framkvæmd. Áttar sig ekki á því að flest öllum sveitarfélögum sem að vilja segjast bara að vera alveg sveitarfélag, fyrir löngu komið svona stór hús, sem er svo stærri heldur en þetta. Akranes, Reykjanesbæ komið einhvern fyrir aldamót, Akranes, Fjarðabyggð, Akureyri og fleiri stöðum. Mér finnst alveg magna hvað minnihlutinn er tilbúin til að gera lítið úr íþróttastarfinu hér í bæ. Hvað hlutverki virkilega það þjónar hérna í þessu samfélagi. Það er bara kostulegt að hlusta á þetta og er bara grafalvarlegt. Íþrótta- og ungmennastarf hér í sveitarfélaginu skiptir bara rosalega miklu máli. Bæði uppeldislega, félagslega og samfélagslega. Við nefna eitthvað. Mér heyrist málflutningur fleiri sjálfstæðismanna vera einmitt á þessum nótum. Engin þörf fyrir þetta fjölnótt íðkvæðsum upp á Írstavelli. Ég spyr bara, hvað er að? Jú, en það var, ég er að svara það verður ekki að grípa fram yfir mér, ég er að svara því sem kom inn fram í málflutningum. Það var að tala um það að fjölnótta íþróttahúsið væri óþarfi og hefur verið óþarft og var að taka það inn í umræðunum ársreikninginn. Það nefndi það víst. Þetta er bara óþolandi. Svo er eitt sem ég er að benda ykkur líka á, að þegar að sveitarfélög eru í svona öðrum vexti eins og sveitarfélög Árborg er í, að þá því miður þá líta ársreikningarnir mjög keimlíkt út hjá þessum sveitarfélögum. Ég vil bara benda ykkur á það, einmitt að því að var verið að fara yfir tölulegar upplýsingar áðan, þá taktu þessar tölur, bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, og skalaði þær upp með að við íbúafjölda í þessum sveitarfélögum. Þá sér það niðurstaðan til dæmis í Hveragerði, sem var 7% fjölgunum milli ára núna, er bara ósköp svipuð niðurstaða var hér. Nágrannar sveitarfélögum okkar, sem er mikill vöxt. Það bara hentar ekki eitthvað málflutning. Það er hræðsluárar í gangi, það er að koma kosningar og það er allt að fara fjandans til. Bara allt í skrúinu eins og var sagt hérna áðan.
Þetta er það, ég er afskaplega stoltur. Ánægður að tekið þátt í þessu öra vexti hérna í sveitinni Árborg. Ég er stoltur og ánægður yfir því að koma að stað hérna þessari skólasbyggingu í Stekkjarskóla. Mjög stoltur af því. Leikskólanum Goðheima. Fjölnota íþróttahúsinu upp á Velli. Og fleiri framkvæmdir sem við höfum lagt í hérna. En auðvitað er staðan þannig og við vissum það allan tíman að við varum að fara í þessa framkvæmdir að það væri að við þyrftum að fara í gegnum ákveðin skap í fjármálum sveitarfélagsins. Skuldaviðmið myndi hækka, skuldir sveitarfélagsins myndi aukast, en hvað gerir svo? Svo til framtíðar munu þetta verða okkur mjög til góðs fyrir rekstur. Fyrir utan það, þegar menn svo varðandi útsvarstekjurnar sem er í sveitarfélaginu. Hafið aðeins dýpra ofan í málin áður en skvett einhverju fram við því að laun séu eitthvað lág hérna á þessu svæði. Meðallaun hérna í sveitarfélaginu Árborg er til dæmis hærri heldur en Ölfusi. Vissuð þið það? Það eru bara færri hendur hérna sem er að halda upp í samfélaginu. Vegna hvers er það? Það er vegna að það er gott að vera með fjölskyldurum, gott að vera með barnafjölskyldurum. Það er gott að vera hérna sem eldri borgari. Það eru færri hendur hér í Árborg á vinnumarkaði sem er að halda upp í samfélaginu. Þannig að þú skafið aðeins dýpra ofan í þetta. En þið náttúrulega viljið bara helst verið í einhverju fyrirsagnastíl og helst með einhvern hræðslu áróður, þið stenst bara alls enga skoður. Halleluja. Takk fyrir þetta. Næstur við beðum orðið Sigrún Vídalín. Já, gjör svo vel. Forseti, já, við erum að ræða við erum í fyrir umræðu ársreiknings 2021. Það er eins og kannski framhefur komið og eins og sem óþarf að fara ofan í það aftur að ársreikningurinn lítur ekki vel út og á því eru náttúrulega ýmsar skýringar og aðalega kannski sú skýring að miða við þá áætlun sem gert var ráð fyrir að þá eru þarna frávikina stæðstum hluta reiknaðar stærðir sem að við höfum ekki neina stjórn á. Og ég held að ég get alveg verið sammála Brynhildi í því að auðvitað er skynsamlegt að hafa borð fyrir báru ef það skyldi koma upp einhver áföll og ég held að fjárhagsáætlanagerðin síðast hafi verið frekar íhaldssöm ef að hægt er að segja svo. En það gat enginn séð það fyrir þá að lífeyrisskuldbindingarnar yrðu hækkaðar næstu 500 milljónir á einu bretti. Það er alveg sama hver hefði setið við stjórnvölinn og í hvaða sveitarfélagi við erum að tala um. Það er alls staðar þannig. Þetta er náttúrulega ótrúlegi peningar sem eru skellt á herðar sveitarfélagana með einu pennastriki. Nú, Kjartan Björnsson fór hérna víðan völl áðan og margt ágætt í því sem hann var að segja. En ég hnaut nú samt nokkur atriði og meðal annars þá ræddi hann það að þessi fólksfjölgun, hún hafi nú ekkert verið að byrja 2017, hún hafi verið byrjuð fyrr, jafnvel 2015. Og þá kemur óneitanlega upp svo spurning, ef að þessi fólksfjölgun var orðin svona ljós á þeim tímapunkti, af hverju var þá ekki byrjað að styrkja innviðina?
Hver var þá ekki byrjað að skipuleggja nýjan skóla? Hver var ekki byrjað að skipuleggja ný hverfi? Hver var ekki byrjað að skipuleggja nýja leikskóla? Af hverju var bara setið og horta á skuldirna minnka og fólkinu fjölgaði? Það er ekkert gert. Það er síðan komin að því, það er frelsi til að framkvæma. Hverjar eru staðstu framkvæmdirnar í sveitarfélaginu á þessu kjörtímabili? Það eru allar lögbundnar nema íþróttahúsið. Og það er alveg magnað að hlusta á málflutning sumra bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þá sérstaklega Gunnars. Vegna þess að það sem hann hefur ítrekað talað niður þessa framkvæmd, þrátt fyrir að það sé óumdeilt að það var full þörf á henni. Og það er óumdeilt að fyrir kosningarna 2018 þá var meirihluti Sjálfstæðisflokksins tilbúinn með útboðsgögn fyrir knatthús. Það knatthús var bráðabirgðalaust og hefði aldrei annað þessum fjölda sem þó getur nýtt þetta hús sem er komið núna. Og þetta er bara hálft hús og þetta er framtíðalaust. Og ég get alveg tekið undir það með Helga. Auðvitað getur maður hort tilbaka og hugsa, átti ég að gera eitthvað öðruvísi? Hefði við átt að forgangsraða öðruvísi? Hefði þetta allt verið betra ef við hefðum ekki lent í COVID? Hefði gengið betur eða hefði ekki komið stríð í Úkraínu? Ég veit það ekki, en ég veit bara það að við tókum meðvitaða ákvörðun það að taka á móti þessu fólki sem vildi koma í sveitarfélag okkar. Og við verðum líka átt okkur af því að þetta fólk sem er að koma í sveitarfélag okkar er mikið til ungt barnafólk. Og það er fólk sem við viljum sjálfsögðu fá í sveitarfélag okkar. Við erum barnvænt sveitarfélag. Við erum góður búsetukostur fyrir fjölskyldufólk. Það verður ekki greiðslufall. Og ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að vera ekki að tala á þeim nótum. Það er ekkert sem ef þetta væri fyrirtæki á markaði, þá væri það að fara á hausinn núna, ef að stjórnarmenn myndu tala svona opinberlega. Sem betur fyrir erum við það ekki. Sveitarfélagið Árborg, hann sagði að það gæti komið til greiðslufalls ef það næst ekki að fjármagna sveitarfélagið. Það er það sem hann sagði. Ef það næst ekki að fjármagna rekstur sveitarfélagsins, þá gæti komið til greiðslufalls. Ef það næst ekki. Og þá bendi ég aftur á það, sem ég er búin að gera nokkur sinnum. Við fórum í skuldabréfaútboð. Hinn almenni lánveitandi er það trúaður á sveitarfélagið að hann er tilbúinn að lána því á betri vöxtum en lánasjóðurinn býður upp á. Og bara svona til að setja það í smá samhengi, að þá var 2014 tekið lán sem að var, held ég alveg örugglega í sveitarfélagið tók lán, held ég alveg örugglega hjá Sparisjóði Vestmannaeyja með 7% vöxtum, verðtryggt lán. Það er þá með cirka 15% raunvexti núna. Við ráðum náttúrulega ekkert við verðbólguna. En við sjáum það alveg skýrt og greinilega að ef að sveitarfélaginu býðst þessi vaxtakjör núna, þrátt fyrir að vera í þessum erfiða rekstri, að þá skilja lánveitendur það, alveg svo við sem erum hér í meirihluta, að þetta er tímabundið. Og allt þetta fólk sem er að flytja í sveitarfélagi núna mun skila sveitarfélaginu gríðarlegum tekjum á næstu árum. Það er það sem þetta snýst um. Við erum að reyna að efla hér samfélagið okkar, við erum að reyna að styrkja þetta svæði. Með fleira fólki kemur meiri þjónusta, koma auknir atvinnumöguleikar, kemur tækifæri til að byggja upp háskólasamfélag og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er kallað framtíðarsýn. Það er ekki hægt að vera í því að vera að spara og spara og spara svo gríðarlega að þú stórskaðar á því. Þetta er það sem sumir kalla að vilja kasta króninu og hirða aurinn.
Ég er alveg sannfærður um það að þegar þessu hraðvaxta skeiði lýkur, og því mun ljúka, að innan fárra ára þá verður þetta sveitarfélag hér með þeim bestu reknu á landinu. Og það er svolítið erfitt og ósanngjarnt, Kjartan Björnsson, að ætla að fara að bera það saman hér hvernig reksturinn á þessu sveitarfélagi með 20 og eitthvað prósent fólksfjölgun síðan 2017 versus Akureyrarbæ sem hefur verið með 4% á sama tímabili. Það er náttúrulega bara eins og bera saman epli og appelsínur. Og mér langar bara kannski að endingu, það væri kannski, myndi mér finnast það fróðlegt að vita hvernig bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefðu séð fyrir eða brugðist við þeim áföllum sem að rekstur sveitarfélagsins var fyrir á þessu ári og kom fram í inngangi bæjarstjóra og kostu okkur 1330 milljónir. Við erum ekkert að tala um eitthvað úps. Þetta eru bara risa upphæðir sem var bara ekki hægt að sjá fyrir. En við erum ekki gjaldþrota og þetta sveitarfélag verður ekki gjaldþrota og ég ætla að biðja bæjarfulltrúa að hætta slíku tali. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson, gjörðu. Forseti, bæjarfulltrúar, tilnefnendur. Já, þetta er akkurat þetta sem ég tala að þegar menn taka orðin mín og segja hvað ég er að segja, sem ég segi ekki, sagði ekki. Ég er ekkert á móti íþróttu, Tómas Ellert. Sagði ég það eitthvað tjá? Veist þetta alveg fárálegur munnsöfnaður hjá þér með þetta mál? Ég er ekki á móti íþróttum, ég er ekki á móti yfirbuðu knatthúsi, ég var á móti því hvernig þetta var gert. Þetta knatthús, það var búið að semja við íþróttafélögum hvernig þeir vildu gera þetta. Og hvað var það? Býttu, það var byggt sambarilegt knatthús í Mosfellsbæ. Sambarilegt. Það kostaði 700-800 milljónir. Og menn eru ánægðir með það. Þetta er orðið algjört bull. Halda svo fram, það er mikil fjölgun í Ölfusinu, þeir skiluðu 300 milljón króna afgangi, að því það eru fleiri hendur sem vinna þar heldur ég. Þetta er bara sambarilegt sveitarfélag. Þetta er ekkert öðru vísi. Það eru barnafólkar, þeir þurfa að byggja við skólan og annað. Þú hlýtur að vera alveg svakalega stoltur af því þegar þú hættir við útboðið á leikskólanum Álfheimum á sínum tíma. Þar kastaður út 30 milljónum. Hlýtur að vera stoltur af því. Ég get alveg haldið áfram. En ég ætla ekki að fara í að setja skýtkast. Þú áttir þetta inni hjá mér. Vegna þess að þetta er ekki farið með rétt mál. Og við erum að horfa ásreikninginn hérna. Hvernig hann er. Þetta er grafalvarlegt mál. Ég benti á þetta strax með þetta knatthús. Þetta væri okkur of dýrt. Vegna þess að það er stóru hluta á síðust ári. Þess vegna get ég rætt það. Ég er ekki á móti íþróttum. Þetta er bara algjörlega kafsút mál að segja það. Og við sjálfstæðismenn skulum vera á móti íþróttum. Þetta er bara kjaftaði. Getur ekki annað en orðið reiður þegar menn komið svona munsar. Hérna stóð þessi maður upp, Tómas Ellert Tómasson, á síðasta kjörtímabili, á síðasta bara núna fyrir 8 mánuði síðan. Sveitarfélagið rekið með 0. Sýn ykkur það. Það er í sögulega hámarki í mínus.
Takk fyrir þetta Gunnar. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Tómas Ellert Tómasson, gjör svo vel. Forseti, við erum víst að ræða hér í fyrir umræðu ársreikning sveitarfélagsins. Það var ágætt að myndist einmitt á álfeimana. Kostnaðaráætlun þess verks var upp á okkur 500 og eitthvað milljónir að mér minnir. Tilboðin sem kom í verkefnið voru vel yfir 700 milljónir. Átti bara að taka þeim tilboðum. Og það eru bæjarfulltrúar hérna inni sem að vildu nú bara setja jarði. Það eru bæjarfulltrúar hér inni sem vildu hreinlega setja jarðítu á álfeima og bara þurrka hann út. Þeir reyndar að sitja ekki hérna megin. Almenn ánægði með knatthúsi í Mosfellsbæ. Ég vil segja, kanntu við annan betri. Þú veist, hérna, það var langsamlega skynsamlegasta leiðin í uppbyggingu íþróttamannvirkjum við Engjaveg. Það var að fara þessi leið með fjölbýlhúsi. Það er hægt að stækka það með þessu. Það eru hátt til lofts, vítti veggja, það verður hægt að koma upp þarna knattspyrnuvelli í fullir stærð. Fara hina leiðina, kassaleiðina, eins og í Mosfellsbæ, Grindavík og fleiri stöðum, allir fúlir. Þeir fara að nota húsi. En hérna, því að þið eru svo mikið að líka ræða það hérna forgangsröðum verkefna. Það er eins og þið geti ekki haldið nokkrum boltum á lofti. Það er bara fyrst að vera í þetta, klára það, svo í næsta, klára það. Er það sem er að menna með forgangsröðum verkefna? Vitið að það er miklu fljótlegra að byggja svona fjölnóti íþróttahús heldur en grunnskólabyggingu. Grunnskólabyggingu er mjög flókin framkvæmd og tekur svona 5 ár frá undirbúningu til að nefnda þar þar inn. Fjölnóti íþróttahús er bara stálkundarhús. Það þarf ekkert mikið undirbúning til að setja stað og tekur 1,5 til 2 ára að byggja. Þú veist, já, takk. Takk fyrir þetta, Tómas Ellert. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs í umræðum ársreikning 2021. Þannig að ég legg til að umræðum ársreikning verði færður fluttur til seinni umræðu. Vissulega skefur merki hvort að þið samþykkið að ársreikningu verði færður til síðari umræðu. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundagerðum. Já. Já, þú verður að koma með hana. Ætlar að lesa hana upp? Já, þú varst búin að segja reyndar. Ég glemdi því líka, það er rétt þar. Nei, hann var búinn að tilkynna mig. Bæjarfulltrúi Tómas Ellert Tómasson ætlar að bóka við umræðum ársreikning. Gjör svo vel. Afsakaði þetta forseti. Það er svona, maður bara heiti Hamsi. Smá Hamsatólk. Herðu bókur sem þetta leggja hérna fram fyrir höndrundar meirhlutans. Rekstrar niðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A og B hluta var neikvæð 1790 milljónir króna. En fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu fjárhagskrónur 1184 milljónir króna. Heildartekjur A og B hluta eru 12 milljarðar og 640 milljónir króna og heildarútgjöld án fjármagnsliða og afskrifta 12 milljarðar 582 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs A hluta er neikvæð 2 milljarðar 145 milljónir króna en áætlun gerir ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu upp á 1446 milljónir króna.
Helstu ástæður þessa munar er að hækkun vísitölu var mun meiri fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Slíkar hækkanir á vísitölu hafa gríðarlega áhrif á rekstrarniðurstöðu allra sem skulda. Þrátt fyrir áhrif hækkunar á vísitölu þá er það enn meiri áhrif á rekstrarniðurstöðuna svo ákvörðun tryggingastærðfræðinga og fjármálaráðuneytis að nú skuli með einskiptis færslu fara til bókar breyting á lífeyrisskuldbindingum. Áhrif þeirrar aðgerðar hefur mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu sveitarfélaga almennt og hér nemur svo breyting 583 milljónum króna. Það jákvæða er þó að hér einskiptis aðgerð að ræða sem ekki mun falla til næstu árum. Einnig má nefna að tekjur sveitarfélagsins og jöfnunarkröfur sem hlutfall af heildartekjum hefur lækkað töluvert á milli ára á undanförnum árum. Ríkissjóður er ábyrgur fyrir því. Ýmsar lagasetningar Alþingis og sem málefni fatlaðra og farsældarlögin valda nú sveitarfélögunum töluverðum kostnaðarauka sem allt stefnir í að þau muni ekki fá bætt nema að litlu leyti. Ljóst er að kjarasamningar og ýmsar breytingar sem í þeim eru hafa haft mikil áhrif á rekstur sveitarfélaga sem erfitt var að sjá fyrir í aðdraganda gerðar fjárhagsáætlunar. Fjárfestingar á árinu 2021 voru miklar, stekkjarskóli fór í byggingu, lokið var við Selfosshöllina, leikskólan Góðheima, auk þess sem að gatnagerðir í gangi í Björgustykki, svo nefndar séu nokkrar af helstu fjárfestingum. Í ársloka hlutfall skulda á tekjum að frádregnum lífeyrisskuldbindingum sem falla til eftir 15 ár eða síðar eða því svokallaða skuldaviðmið 138,4%. Samkvæmt fjármálareglu sveitarfélaga má það ekki fara yfir 150%. Tómasson, Arnar Gunnarsdóttir, sér á Ítalíu, Bergdags. Takk fyrir þetta, Tómas Ellert. Þá er það næst fundagerðir. Það er hérna fyrst 14. liður, það er fundagerð skipulags- og bygginganefndar, einhverjir sem að óska eftir að taka til máls undir þeim lið. Svo er ekki. Það er 15. liður, fundagerð félagsmálanefndar, frá 31. fundur haldinn 7. mars, einhverjir sem óska eftir að taka til máls undir þeim lið. Nei, svo er ekki. 16. liður er fundagerð frístunda menningarnefndar. Það er 32. fundur haldinn 28. mars. Einhverju sem að óska eftir að taka til máls undir þeim lið. Nei, svo er ekki. 17. liður, það er fundagerð bæjarráðs, 144. fundur haldinn 31. mars. Bæjarfulltrúi Tómas Ellert, gjörðu svo vel. Við erum hérna í fundagerð bæjarráðs. Til að fundagerð bæjarráðs fundagerð bæjarráðs sem ég ætla að ræða á síðasta bæjarstjórnarfundi. Er þetta hérna mál númer 2? Það er bara að vekja athygli á því, sem er ánægilegt að mál, þar sem við vorum að samþykkja reglur heimild til launaleyfis vegna íþróttastarfs. Það sem að samþykktar voru framlagareglur, ég held að þetta sé bara samþykkt samhljóða bara öllum sem er í bæjarstjórn og í þeim nefndir sem þetta komið fyrir. En þetta sem sagt leyfir starfsmönnum sveitarfélagsins Árborgar sem er að taka þátt í alþjóðlegum keppnum eða æfingaferðum þeim tengdu fyrir Íslands hönd eða félagslýs að geta sótt með leyfi án skerðingar fastra launa. Þetta fá þeir ekki greiðslu vegna vinnutaps frá öðrum aðilum á sama tíma. Maður hefði viljað sjá ríkið koma miklu betur að stuðningi við afreksíþróttafólk en það er gríðarlegur mismunur á sérsamböndunum, hvernig þeir eru stödd fjárhagslega. Og en það er allavega viðleitni okkar í sveitarfélaginu Árborg til að koma á móts við okkar starfsmenn sem er að keppa fyrir Íslands hönd á
á erlendu vettvangi eða eitthvað slíkt. Mjög ánægilegt mál. Það verða ekki. Takk fyrir þetta, Tómas Ellert. Gunnar Eysson, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúa tileirendur. Hér kem undir lið númer 15, fyrirspurn minni út af fjölskylduklöfum. Ég er eiginlega alveg ofan dottinn yfir þessu vegna þess að þetta kemur ég með óskup eðlilega fyrirspurn inn í bæjaráð. Ég fer alveg 100% rétta leið. Síðan skrifa forstöðumaður stofnanna að þetta eigi að eiga sig að ég eigi að tala bara beint við hann. Það er bara þannig í reglu sveitarfélags að við eigum að fara réttu leið að þessum hlutum. Mér finnst þetta ekki óeðlileg fyrirspurn, en þarna var eiginlega gert lítið úr fyrirspurninu minni af forstöðumanni stofnanum. Ég reyndi nú að þess að ég er nú ekki mikill Facebook maður og vill helst ekki vera mikið á Facebook. Ég svaraði þess aðeins. En það er kannski ágætt að menn átti sig á því. Það er þannig, það er kosið á 4 ára fresti og það er bæjarstjórn sem stjórnar sveitarfélagi. En ekki forstöðumenn stjórnar því hvað þeir vilja gera. Ef ég fer rétt að leiða þessu, þegar ég gerði, ég fór rétta leið. Gat ekki fara öðruvísi að þessu. Ég tel þetta yfir rétt leið og ég á fulla rétt á því. Fulla rétt á því. Mér finnst miður að menn fara í þennan gírinn og skrifa greinar í blöð það að ég hafi verið betra að tala við hann beint. Bara mjög ósátt við það. Þetta er bara þannig. Takk fyrir þetta, Gunnar. Næst er það 8. liður, það er fundagerð umhverfisnefndar. 21. fundur sem haldinn var 5. apríl síðastliðinn. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þeim lið. Svo er ekki. Þá er það 19. liður, það er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Það er 92. fundur frá 7. apríl síðastliðnum. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þeim lið. Svo er ekki. 20. liður, það er fundagerð bæjarráðs, 145. fundur frá 12. apríl síðastliðnum. Einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þeim lið. Svo er ekki. 21. liður, það er fundagerð eigna- og veitunefndar, 62. fundur sem haldinn var 13. apríl síðastliðinn. Einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þeim lið. Svo er ekki. 22. liður, það er fundagerð fræðslunefndar frá 13. apríl síðastliðnum. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þeim lið. Brynhildur, gjör svo vel. Já, forseti. Við langar bara að vekja athygli á nafnabreytingu á leikskólanum við Ströndina. En þar voru tillögur að nýju nafni á Brimver Eskukoti og þar fékk hann nafni Strandheimar, þar sem að flest atkvæði, það var kosning var það ekki börnin, starfsmenn, já, og niðurstaðan var Strandheimar. Við óskaðum bara til hamingju með þetta nýja nafn.
tek undir það, afskaplega fallegt og gott nafn. Þá er það 23. liður, það er fundur félagsmálanefndar, 32. fundur, haldinn 19. apríl síðastliðinn. Einhverju sem vilja taka til máls undir þeim lið? Nei, svo er ekki. 24. liður, það er fundagerð skipulags- og byggingarnefndar, 93. fundur, haldinn 20. apríl síðastliðinn. Einhverju sem óskar að taka til máls undir þeim lið? Arbjörn Tóransson ger svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, tilheyrendur og gestir. Það er raun og veru 9. liður, ég ætla að minnast aðeins á. Það var raun og veru þetta allt svo undarlega bréf sem kom frá mannvirkja og umhverfisviði til byggingafulltrúa, þar sem að var lýsti áhyggjum sínum yfir að þeir gæti ekki látið nóga vatn, og þarna hafði á fundi byggingarnefndar byggingarsviðsins fresta því að staðfesta byggingarleyfi vegna þessa bréfs, og auðvitað erum við búin að vera að ræða þetta núna og í ársreikningunum og annað hefur þetta nú aðeins komið til tals, en auðvitað er þetta grafalvarlegt mál að þarna skuli koma fram beiðnir raun og veru frá mannvirkja og umhverfisviði til byggingafulltrúa að vera ekki að úthluta of mikið af byggingarleyfum, og af því það er ekki til nóg vatn. Og auðvitað vitum við það að íbúar hérna að maður var alveg var við það í þessum litla kuldakafla sem var hér í vetur að það var ekkert nóg vatn. Ég var allavega var við það vel heima hjá mér. Þrýstingurinn alveg datt niður. Og ég held að fleiri hafi orðið verulega var við það í vetur hvaða þrýstingurinn var lítill. Og að kuldakaflinn, auðvitað var hann svolítið tíma en hann var ekkert brjálaðslega mikið. Það var ekki 20 stiga frost og rok, og sundlaugin og Stokkseyri lokuð og svona ýmsar ráðstafanir í því. En það er vonandi að það horfi til betri vegar í þessum málum. Allavega var formaður mannvirkja og umhverfis nefndar búin að koma hér upp áðan og segja að þetta horfi til betra vegar, og við verðum bara að trúa því, en það var mjög svo undarlegt að sjá þetta bréf. Mjög svo undarlegt fyrir okkur nefndamenn og í skipulags- og byggingarnefnd og það sem hefur verið að fara yfir þessi mál, að sjá þetta að þarna kom bréf frá annarri nefnd og biðja þá að hægja á sér. Það er svona einmitt, og þetta þurfum við að skoða vel, en vonandi tekst að allir þessir íbúar fái heitt vatn, og við þurfum, sem erum búin að fá heitt vatn, að við höfum nóg vatn. Það þurfum ekki að vera að skera endalaust niður í því, við vonum nú svo sannarlega að það þurfum við ekki, en auðvitað hafði maður líka áhyggjur af því að hvort að sveitarfélagið, ef þetta tækist ekki, sem við vonum öll hér inni og hver einasti bæjarbúi, að það takist að afla nóg vatn fyrir þetta, þá hefði maður kannski smá áhyggjur af því getur verið að sveitarfélagið sé einhvers staðar skaðabótaskylt, ég skal ekki segja, en við lögðum fram þá fyrirspurn og ég vona að það verði ekki, að við verðum ekki skaðabótaskylt af því, en auðvitað er þetta grafalvarlegt og það er auðvitað eitt af stórum málunum, það er að hafa nóg vatn og maður hrökk við þegar maður sá þetta bréf. Það er ekki hægt að neita því. Takk fyrir þetta, Ari Björn. Næstur hefur beðið orðið Tómas Ellert. Björsvel.
Forseti. Já. Það var kannski að upplýsa einmitt það. Við náttúrulega óskum eftir í eign- og veitunefnd að við fengjum að vita hvernig staðan á orkuöfluninni væri í sveitarfélaginu. Og úr því var þetta minnisblað sem kom og í framhaldinu þegar við sáum það þá óskum við eftir að yrðu hrókeringar í fjárfestinga áætlun upp á það að auka við orkuöflun. Eðli eða hönnun hitaveitu, hún miðast öll við það að taka þessa mestu frostakafla þegar það er -10-11 gráður úti í einhverja 3-4 daga. Miðlunargeymurinn sem við verðum með í dag, 2400 rúmmetrar, hann er náttúrulega á lítill líka til að mæta þessu og þannig að við tókum ákvörðun á það að við erum náttúrulega með rannsóknarborholur eða erum að fara í rannsóknarboranir á 3 stöðum. Við tókum líka ákvörðun það til að styrkja rekstraröryggi Selfossveitna að flýta byggingu á miðlunargeymi, 4800 rúmmetra miðlunargeymi til viðbótar við þennan 2400, þannig að nú erum við með 7200 rúmmetra miðlunargeymi. Svona miðlunargeymir virka bara eins og miðlunarlón hjá Landsvirkjun, þannig að geta tekið á þessum helstu frostaköflum. Og svo náttúrulega erum við að fara í það að auka við flutningsgetu orkuöflunarsvæðisins við Ósabotna. Lögni sem það nú þegar, flutningsgeta hennar ekki næg með það sem Ósabotnasvæði getur afkastað. Þannig að með því að leggja aðra pípu við hliðina á henni og þá erum við að fá meira vatn úr Ósabotnum. Og svo náttúrulega var líka tekin svo ákvörðun hjá eigna- og veitunefnd eða stjórn Selfossveitna, veitum hvað mann vilja kalla þetta, að samþykkja tvöfalda hitaveitukerfin í Árbakkalandinu og sem Árbakkalandinu hér og síðan í Austurbyggðarlandinu sem í Dísastælandi. Lagnalegin þaðan og niður í vinnslusvæði Þorleifskoti frekar stutt, það er bara yfir götuna fyrir Árbakkalandi. Og hefja þá niðurdælingu, það er að fara bara endurnýta vatnið og dæla það niður aftur. Það er tölvöld mikil orka sem því miður sem við erum að sóa og höfum gert og við höfum eiginlega að vera byrjið á þessu. Þetta er gert, eins og ég segi, komið að áður, þetta er gert í Reykjavík, Seltjarnarnesi, dæla aftur niður í þessar lághita holur og þannig að við erum svona að koma á þá lokuðu kerfi með niðurdælingu í þessar varmageyma sem eru fyrir þessi hverfi. Og þetta er náttúrulega líka eykur við sjálfbærni Þorleifskots eða Laugardæla. Við eigum tilbúna hólu til þess að nota til niðurdælingar. Það þarf að gera þarf að fara samt sem áður í efnarannsóknir, eins og skiljanlega eins og alltaf þegar að vera að vinna með heitt vatn og kalt vatn. Þetta er það sem er í pípunum, þannig að maður er líka átt að sjá að útgefin byggingarleyfi voru yfir 500, ég man ekki alveg nákvæmlega töluna, 549, 550, 520, ég man ekki nákvæmlega hvað það er og 520 íbúðir, það er rúma næstu Þorlákshöfn. Þorlákshöfn byggist ekki upp á einu degi, en þetta er svakrætt byggingamagn og ég veit svo sem alveg að það er mikill þrýstingur á okkur, það er líka þrýstingur á nágrannasveitarfélögin, það er fyrir liggjandi mikil uppbygging í öllum okkar nágrannasveitarfélögum, það er bara mikil ásókn í suðunum og mikil þrýstingur á því að frá verktökum og fjárfestum og öðrum að koma hingað og fá að byggja upp því að staðan er ekki þið veitu öll hvernig staðan hefur verið á höfuðborgarsvæðinu, þetta er ekki tíunda þannig sérstaklega, en það er náttúrulega ákveð þar að fara þéttingu byggðar og annað sem er náttúrulega líka skynsamlegast að einhverju leyti, en þetta bara þarf að vinnast einhvern veginn saman. Það er ekki verið að blanda mér í það pólitísku umræði sem er í Reykjavík, en alls ekki.
En það væri til dæmis mjög til hagspóta fyrir okkur ef að það yrði einhvers konar þétting hérna á Austurveginum sem er miðsvæði samkvæmt aðalskipulagi. Nýtingarhlutfalli í dag er ekki nema 0,3 á Austurveginn. Það er bara eins og bara í íbúðarkaup, lóðan. Þannig að sjáu að það er auðar lóðir hérna víða og víða hægt að byggja miklu meira. Og það er miklu hagstæra fyrir bæði öll lagnakerfi og allt dæmið að við myndum fara í að þétta þá reiti. Jú, það þú veist, það er kannski einmitt ekki lóðir sem eru eigu sveitarfélagsins, sko. Því að við vitum það alveg að í framtíðinni verður byggt á þessu lóðum, það er bara hvenær. Og vona ég að ná að skýra þetta eitthvað. Næstur við beðum orðið Sigrún Vídalín, gjörðu svo vel. Forseti, bara örstutt varðandi minnisblaði, þá er það ekkert óeðlilegt að þetta minnisblað hafi verið sendt til byggingafulltrúa því að byggingafulltrúi þarf sjálfsögðu að geta rökstutt það hver hann hafnar byggingarleyfum og þetta er bara eitt gagn sem að hann hefur til þess. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Næstur við beðum orðið bæjarstjóri Gísli Halldór, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætlaði svo sem fyrst og fremst að víkja að þessu minnisblaði sem var ekki sendt frá nefnd heldur frá mannvirkju og umhverfissviði til byggingafulltrúa og það er þannig að við leggjum rækt við mjög vandaða stjórnsýslu starfsfólk sveitarfélagsins Árborgar undir eftirliti bæjarstjórnar og við erum algjörlega með það að markmiði að tryggja það að við séum að gera hlutina þannig að ekki sé hægt að sækja á okkur bætur fyrir að hafa brotið á fólki enda er það ljóst að það hefur ekki verið þannig á undanfarin ára að fólki hafi gengið slíkt vel og það sem að verið er að tryggja í þessari aðgerð, þessu minnisblaði til byggingafulltrúa. Það er verið að tryggja að við séum ekki að koma fólki í vandræði þannig að það standi með fullbyggt hús á lóðum fái svo ekki tengt vatn. Þannig að við viljum tryggja að byggingafulltrúa hafi fullar og góðar upplýsingar byggingarhæfi lóða, líkt og kveðið er á í samningum og það er hluti af þessum samningum sem gerðir voru við einkalandeigendurna að það þurfi að semja við Selfossveitur heitt vatn og þess háttar þannig að það er allt kapplagt á að gera hlutina rétt og minnisblað til byggingafulltrúa er liður í því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gísli. Þá er það síðasti liður, 25. liður, það er fundagerð bæjarráðs, 147. fundur sem haldinn var 22. apríl síðastliðinn. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki. Þá er dagskráin tæmd og til að minna bæjarfulltrúa á að undirrita í bókina og undirrita fundagerðina rafrænt og bara þakka fyrir fundin. Góða stundir.